Ísland, veröld til að njóta. Komiði sæl, ég heiti Nanna Gunnarsdóttir og ætla að lesa bókina Ísland, veröld til að njóta. Efni bókarinnar skiptist í 10 kafla sem síðan skiptast í undirkafla. Í bókinni er atriðisorðaskrá og á öftustu síðu er Íslandskort. Margar myndir eru í bókinni og eru myndatekstar í flestum tilfellum lesnir. Allir spássíutekstar eru lesnir, en atriðisorðaskrá er sleppt í þessari hljóðbókarútgáfu. Bókin kom út hjá Námsgagnastofnun árið 2007 og hljóðbókin sömuleiðis. Höfundur er Björn Hróarsson og ritstjóri Ellen Klara Eyjólfsdóttir. Hljóðritun fór fram í Hljóðvinnslunni EHF í október árið 2007. Öll afritun er óheimil. Bókin er 96 blaðsíður á 2 geisladiskum. Blaðsíða 2, efnisyfirlit. Fyrsti kafli, kort og kortalestur á blaðsíðu 4, hnattlíkan á blaðsíðu 4, áttir og stefnur á blaðsíðu 5, Íslandskort fyrr og nú á blaðsíðu 6, kortatákn, hæðarlínur og litir á blaðsíðu 7, örnefni á blaðsíðu 9, kort er lykill að landinu á blaðsíðu 9. Annar kafli, jörðin, innviðir hennar og aldur á blaðsíðu 10, lagskipt jörð á blaðsíðu 10, flekamót á blaðsíðu 12, á flekamótum og yfir möttulstrók á blaðsíðu 13, þriðji kafli, jarðskjálftar á blaðsíðu 15, fjórði kafli, jarðsaga Íslands á blaðsíðu 16, fyrir ísöld á blaðsíðu 16, ísöld á blaðsíðu 17, fimmti kafli, rof á blaðsíðu 18, sjötti kafli, breytingar á umhverfi á blaðsíðu 20. Núverandi hlýskeið ísaldarinnar á blaðsíðu 20, landnám á blaðsíðu 21, 20. öldin á blaðsíðu 22. Sjöundi kafli, náttúruvernd á blaðsíðu 24, áttundi kafli, auðlindir á blaðsíðu 26, hafið og nýting þess á blaðsíðu 26, jarðhiti á blaðsíðu 27, vassafl á blaðsíðu 28. Blaðsíða 3, áframhald efnisyfirlit. 9. kafli, landslutar á blaðsíðu 30, skipting landsins á blaðsíðu 30, Vesturland á blaðsíðu 31, þéttbýli og sögustaðir á blaðsíðu 35, friðlýst svæði og þjóðgarðar á blaðsíðu 37, Vestfirðir á blaðsíðu 38, þéttbýli á blaðsíðu 40, friðlönd á blaðsíðu 43, Norðurland vestra á blaðsíðu 44, þéttbýli og sögustaðir á blaðsíðu 46, friðlýst svæði á blaðsíðu 49, Norðurland eystra á blaðsíðu 50, þéttbýli og sögustaðir á blaðsíðu 52, þjóðgarðar og friðlönd á blaðsíðu 56, Austurland á blaðsíðu 58, þéttbýli og sögustaðir á blaðsíðu 61, þjóðgarðar og friðlönd á blaðsíðu 65, Suðurland á blaðsíðu 66, þéttbýli og sögustaðir á blaðsíðu 71, þjóðgarðar og friðlönd á blaðsíðu 76, Suðurnes á blaðsíðu 78, þéttbýli á blaðsíðu 79, höfuðborgarsvæðið á blaðsíðu 80, hálendið á blaðsíðu 84, þjóðgarðar og friðlönd á blaðsíðu 85. 10. kafli, ferðalög á blaðsíðu 88, atriðisorðaskrá á blaðsíðu 92, myndir og teikningar á blaðsíðu 95, Íslandskort á blaðsíðu 96. Blaðsíða 4, kort og kortalestur. Hnattlíkan, jörðin okkar er hnöttótt eins og bolti. Til að átta sig á afstöðu landana er þægilegast að skoða hnattlíkan. Hnattlíkun sýna vel höf og lönd. Á þeim er gott að átta sig á hvernig lönd er í laginu og á fjarlægðum milli landa. Kúlulaga hlut eins og jörðinni verður ekki komið fyrir á sléttu blaði svo vel sé. Kortin eru yfirleitt flöt og til eru ýmsar aðferðir til að sýna kúlulaga jörðina eða hluta hennar á korti. Þegar sýna á jörðina alla á flötu blaði verður að fórna einhverju af því sem hnattlíkanið getur sýnt. Til dæmis lögun landana, vegalengdum og stærð landa. Því þarf til dæmis að gæta sín á stærðarsamanburði landa þegar hort er á kort sem sýna stóran hluta jarðarinnar.
Á sumum þeirra er Grænland sýnt álíka stórt og Afríka, þótt Afríka sé 14 sinnum stærri en Grænland, eins og vel sést á hnattlíkani. Önnur kort sýna stærðarhlutföllin rétt en þá eru vegalengdir ekki réttar. Myndin á blaðsíðunni er af hnattlíkani. Blaðsíða 5. Áttir og stefnur. Áttir og stefnur eru mikið notaðar í daglegu tali. Áttirnar norður, suður, vestur og austur eru kallaðar höfuðáttir. Norður er upp á hnattlíkaninu með stefnu á norðurheimskautið í Norður-Íshafinu. Að sama skapi snýr suðuráttin niður í átt að suðurheimskautinu neðst á hnettinum. Þar er stór heimsálfa þakin jökli sem heitir Antarktika eða Suðurskautslandið. Þegar nefna þarf áttir á milli höfuðáttana eru notuð hugtök eins og norðaustur, suðaustur og svo framvegis. Á Íslandi tölum við Norðurland, Austurland, Suðurland og Vesturland og ráða höfuðáttirnar nöfnunum. Norðurland er nyrst á landinu, Austurland austast á því, Suðurland nær yfir syðsta hluta landsins og Vesturland vestasta hluta þess. Hvort heldur verið er að skoða landakort eða ferðast er gott að þekkja stefnur og áttir. Myndin á blaðsíðunni er af áttavita og GPS leiðsögutæki. Blaðsíða 6. Íslandskort fyrr og nú. Ísland kemur fyrst fyrir á bresku korti frá því árið 1000. Á því korti sést eyja norðan við Bretland og á henni nafnið Ísland. Líklega er þetta kort elsta heimildin þar sem nafnið Ísland kemur fyrir. Ísland sést á nokkrum kortum sem gerð voru síðar en bæði lögun landsins og staðsetning þess eru fjarri lagi á flestum þessara korta. Myndin er af korti sem Guðbrandur Þorláksson biskup á Hólum bjóð til af Íslandi 1580. Það er elsta kortið sem sýnir nokkuð rétta mynd af landinu. Í spássíutexta segir: Landmælingar Íslands voru stofnaðar árið 1956 og hafa séð mælingar og útgáfu korta allt frá þeim tíma. Stofnunin vinnur að nákvæmum kortum af Íslandi. Fleiri aðilar gefa einnig út kort af Íslandi. Blaðsíða 7. Kortatákn, hæðarlínur og litir. Flestum kortum fylgja útskýringar á því hvað táknin að þeim merkja. Þau eru misjöfn frá einu korti til annars og því mikilvægt að átta sig vel á þeim skýringum sem fylgja hverju korti. Reynt er að líkja eftir landslæginu á því svæði sem kortið nær yfir. Misjafnt er þó eftir tegundum korta hvað sýnt er, enda hafa kortin mismunandi tilgang. Á sumum kortum eru tjaldsvæði, sundlaugar, fjallaskálar, hellar, kirkjur, verksmiður og skíðasvæði mertin. Ákveðin tákn eru þá notuð og þau útskýrð. Á litlu myndunum sem þú sér hér til hliðar eru nokkur dæmi tákn sem notuð eru á kortum. Litir skipta miklu máli í kortagerð. Blár litur er notaður til að sýna sjó, vötn og ár. Hvítur litur sýnir oft jökla en þeir eru einnig táknaðir með ljósbláum lit og stundum dökknar blái liturinn eftir því sem jöklarnir eru hærri. Vegir eru oft sýndir rauðir og dökkbrúnir. Á mörgum kortum eru línur sem sýna hæð yfir sjó. Þessar hæðarlínur eru dregnar eftir stöðum sem eru í sömu hæð og það er auðvelda því mjög að átta sig á landslæginu sem verið að sýna með kortinu. Því brattara sem landið er, þeim mun styttra er á milli hæðarlínana á kortinu. Þetta sést á kortinu hér til hliðar. Blaðsíða 8. Stærri þéttbýlisstaðir eru oft táknaðir með rauðum lit og minni staðir með öðrum lit. Græni liturinn er notaður yfir svæði sem eru lágt yfir sjó eða svo kallað láglendi. Svartir sandar við strendur landsins eru þá sýndir grænir á kortunum. Eftir því sem landið er hærra dökkna litirnir, ljósbrúnn litur tekur við af þeim græna. Dökkbrúnn sýnir þá svæði sem liggja hærra en svæðin sem sýnd eru ljósbrún. Þannig má átta sig á landslæginu með því að skoða litina á kortinu. Blaðsíða 9. Örnefni. Flestir staðir á Íslandi hafa nöfn. Jöklar, stöðuvötn, fjöll, hraun, hellar, hverir, dalir, heiðar, sandar og svo mætti lengja áfram telja, heita flest eitthvað. Þessi nöfn kallast örnefni og eru oft mertin á kort.
Þegar ferðast Ísland sjálfsagt að hafa góð kort meðferðis því á þeim hægt að sjá nöfnin á mörgu því sem ber fyrir augu. Svo jafnvel hægt að ferðast í huganum með því að skoða kortið. Þá velur maður sér einhverja ákveðna leið og áttar sig á nöfnum og landslagi með því að skoða kortið. Það eru til kort af Íslandi sem sýna ýmislegt annað en landslag. Til dæmis kort sem sýna hvernig landinu skipt í landshluta, kjördæmi og sýslur eða umdæmi sýslumanna. Gróðurkort sýna hvar gróður að finna og hvers konar gróður. Jarðfræðikort sýna mismunandi jarðmyndanir og mismunandi gerð og aldur bergsins eftir því hvar á Íslandi. Kort eru lykill að landinu. Kort eru frábær til að skoða og skilja land. Þau eru einnig nauðsynleg í allri umfjöllun Ísland og þar með við lestur þessarar bókar. Skoða þar vel kort af landinu og reyna að átta sig á helstu atriðum. Til að átta sig á þeim má til dæmis byrja á að finna sína heimabyggð og í framhaldi af því staði sem eru kunnuglegir og svo framvegis. Í hvert skipti sem einhver staður nefndur í bókinni tilvalið að finna hann í kortabókinni. Þannig má ferðast landið í huganum samhliða lestri bókarinnar. Til þess að auðvelda okkur að skilja af hverju landslag á Íslandi eins og það skoðum við inn í jörðina í næsta kafla. Myndin á blaðsíðunni frá Rauðhólum. Blaðsíða 10. Jörðin, innviðir og aldur. Lagskipt jörð. Sólkerfið okkar varð til fyrir 4600 milljónum ára. Í miðju sólkerfisins sólin, en kringum hana snúast reikistjörnur. Þær eru 8 talsins og snúast sjálfar sig leið og fara kringum sólina. Jörðin ein af reikistjörnunum. Aðra reikistjörnur eru til dæmis Venus og Mars. Venus nær sólinni en jörðin og þar því heitara en á jörðinni. Mars aftur á móti fjær sólinni en jörðin og þar því kaldara en á jörðinni. Í upphafi var jörðin glóandi eldhnöttur, gerða mest úr bráðnu fljótandi bergi. Svo storknaði yfirborðið og myndaði jarðskorpuna sem ysta lag jarðarinnar. Undir jarðskorpunni enn svo mikill hiti að bergið þar víða seigt eða bráðið og þunn fljótandi. Jörðin lagskipt líkt og hænuegg. Jarðskorpan yst, svo kemur möttullin sem seigur og innst kjarni. Hann að hluta til fljótandi, bráðinn, enda gífurlega heitur. Þessum háa hita valda geislavirk efni í kjarnanum. Þú sérð lagskiptingu jarðar á myndinni hér til hliðar. Blaðsíða 11. Varminn í kjarnanum leitar upp í möttul jarðar en bergi þar leiðir hita illa eins og allt grjót. Möttullin bráðnar því sumstaðar og flytur þannig varman alla leið að yfirborði jarðar. Þessi fyrirbæri kallast möttulstrókar en þeir bera heita kviku upp að yfirborði jarðar þar sem hún veldur til dæmis eldgosum, jarðskjálftum, landreki og jarðhita. Yfir möttulstrókum eldvirkni meiri en annar staðar. Slíkir staðir á yfirborðinu eru nefndir heitir reitir. Þeir eru 20 til 30 á jörðinni allri og einn þeirra á Íslandi. Talið að miðja hans sé nálægt Kverkfjöllum í norðanverðum Vatnajökli. Annar frægur möttulstrókur undir Havaí-eyjum í Kyrrahafi. Jarðskorpan flýtur ofan á möttlinum eins og ís á vatni og á hreyfingu. Skorpan skiptist í nokkra mjög stóra fleka sem þekja yfirborð jarðarinnar. Þar sem 2 flekar mætast kallast flekamót. Fyrirbæri eins og eldgos, jarðskjálftar og jarðhiti verða einkum á flekamótum. Efri myndin á blaðsíðunni af flekamótum jarðar. Sú neðri skýringamynd af möttulstrók undir Íslandi. Blaðsíða 12. Flekamót. Þar sem flekar rekast saman getur annar flekinn farið undir hinn. Slíkir staðir kallast trog. Flekinn sem lendir undir bráðnar vegna hitans inn í jörðinni og bráðnabergið eða kvikan sem þannig verður til kemur upp í eldgósum. Efsta myndin á blaðsíðunni sýnir trog. Þar sem flekar rekast á geta hlaðist upp fjallgarðar eða fellingafjöll eins og Alpafjöllin í Evrópu og Himalajafjöll í Asíu.
Þar fjallið Everest sem hæsta fjall jarðar. Myndin á miðri blaðsíðunni sýnir hvernig fellingafjöll verða til. Hryggir eru ein gerð flekamóta. Þar kemur upp kvika og flekana rekur út frá hryggjónum til beggja átta. Þeir fara ekki hratt, aðeins fáeina sentimetra á ári að meðaltali yfir langan tíma. Einn svona hryggur liggur eftir Atlantshafinu endilöngu og hefur mikil áhrif á Íslandi. Þessi hryggur oft kallaður Mið-Atlantshafshryggurinn þar sem hann liggur undir miðju Atlantshafinu. Undir neðstu myndinni stendur: sá hluti Mið-Atlantshafshryggjarins sem greina má á yfirborði Íslands kallast gosbelti. Blaðsíða 13. Á flekamótum og yfir möttulstrók. Ísland hluti af Mið-Atlantshafshryggnum. Hvergi annar staðar hryggurinn sjálfur ofansjávar. Ísland búið til úr bergi sem rís hátt yfir sjávarbotnin umhverfis. Elsta bergið á Íslandi við Súgandafjörð og Vestfjörðum og það 16 milljón ára. Út frá hryggnum eða gosbeltunum færist landið til beggja átta. Vestan við gosbeltið færist landið eða flekin sem landið stendur á til vesturs. Flekin austan við gosbeltið færist aftur á móti til austurs. Þannig Austurland á leiðinni til austurs en Vesturland, Vestfirðir og Norðurland vestra á leiðinni til vesturs. Í gosbeltunum verða eldgos og þar bætist ofan á landið sem byggist þannig upp í miðjunni. Því eldvirknin og yngsta berg landsins í miðjunni. Bergið eldist síðan eftir því sem austar og vestar dregur. Samt Ísland ekki að stækka, því bæði brýtur sjórinn landið auk þess sem hluti þess sekkur í sjó. Efri myndin á blaðsíðunni sýnir kort af Íslandi og í myndateksta stendur gosbelti og sprungureinar á Íslandi. Neðri myndin af Everest, hæsta tindi jarðar. Blaðsíða 14. Á Íslandi eldgos algeng í samanburði við flesta aðra staði á jörðinni. Stundum verða þau á hverju ári og jafnvel fleira en eitt á sama árinu. Svo getur liðið langur tíma á þess að eldgos geri vart við sig. Að meðaltali gís á 5 ára fresti. Eldstöð staður þar sem eldgos hefur orðið. Frá landnámi hafa orðið yfir 200 eldgos á Íslandi. Gosefni þau efni kölluð sem koma upp á yfirborð í eldgosum, bæði hraun og aska. Eldstöðvakerfi eins og nafnið ber með sér kerfi eldstöðva eða margar eldstöðvar saman á svæði. Á Íslandi 30 eldstöðvakerfi. Eldstöðvakerfin geta verið 20 km breið og jafnvel 100 km löng. Eldvirkni á Íslandi bundin við þessi kerfi. Það sem helst einkennir hvert eldstöðvakerfi gossprungur og gjár. Myndin frá Kröflueldum 1975. Blaðsíða 15. Jarðskjálftar. Ísland sérstakt margt. Hér verða til dæmis öflugir jarðskjálftar. Eins og með svo margt annað í náttúru landsins ástæðuna að finna í samspili flekamótana, hryggjarins og heitareitsins, möttulstróksins. Á vestanverðu Suðurlandi liggur gosbeltið, hryggurinn, til dæmis að mestu frá vestri til austurs. Landsvæði norðan þessa svæðis færist til vesturs en landið sunnan virkasvæðisins á leiðinni til austurs, eins og sýntir á skýringamyndinni hér til hliðar. Þarna mætast því stálin stinn, eins og gefur að skilja þegar 2 kraftar toga í sama bergklumpin, annar vill fá hann í austur en hinn í vestur. Smátt og smátt hleðist upp spenna í jarðskorpunni sem síðan veldur því að jarðskorpan lætur undan, brotnar og veldur jarðskjálfta. Á Norðurlandi hagar eins til þótt brotabeltið sjálft liggi út í sjó. Þar Húsavík og Akureyri á Ameríkuplötunni og á hægri leið vestur, meðan íbúar á Kópaskeri á Evrópuplötunni og þar með á hægri ferð í austurátt. Því verður eðlilega spenna í berginu með tilheyrandi jarðskjálftum. Neðri myndin á blaðsíðunni sýnir upptök jarðskjálfta í misgengi. Blaðsíða 16. Jarðsaga Íslands. Fyrir ísöld.
Landslag á Íslandi mótað af löngu starfi náttúruaflana við uppbyggingu og eyðingu. Uppbyggingin verður í eldgosum en jöklar, sjór, ár og vindar sjá eyðingu. Þegar eldgosin höfðu náð að byggja landið upp úr sjónum fyrir 20 miljón árum, runnu hraunin hvert yfir annað. Þannig myndaðist smátt og smátt stafli hraunlaga. Að meðaltali liðu 10.000 ár á milli þess að hraun rann á sama stað. Á meðan festi skógur rætur á hrauninu en eyddist síðan þegar nýtt hraun rann yfir. Á þennan hátt hlóðst landið upp í milljónir ára. Hraunlögin frá þessum tíma sjást vel á Austurlandi og einnig víða á Vestfjörðum og í Hvalfirði. Veðrið á Íslandi fyrir ísöld var betra en það hefur nokkuð tíman verið frá því fyrsti landnámsmaðurinn kom hingað til lands árið 874. Á sumrin var 25 til 30 stiga hiti og hitin fór sjaldan undir 5 stig á veturna. Þess vegna voru engir jöklar á landinu og engar jökulár, heldur skógi vaxnar hraunbreiður og eldfjöll inn á milli. Það voru engir dalir, engar heiðar, brött fjöll eða klettar og landslagið í heild sinni mjög ólíkt því sem það í dag. Myndin sýnir mismunandi berglög. Blaðsíða 17. Ísöld. Fyrir 3 milljónum ára kólnaði mjög í veðri á Íslandi. Ekki vitað af hverju það gerðist. Fyrst tóku jöklar að myndast á hæstu fjöllum en síðan stækkuðu þeir þangað til landið var allt eða næstum allt hulið þykkum jökli. Á ísöldinni hafa skipst á hlýskeið og jökulskeið. Á jökulskeiðunum lá jökull yfir öllu landinu. Á hlýskeiðunum var aftur á móti betra veður og jöklar aðeins á hæstu fjöllum. Jökulskeiðana skrapaði og skóf landið á leiðsinni frá hábungu jökulsins út að strönd landsins. Jökullin gróf þannig dali og firði ofan í hraunlagastaflana og mótaði landið. Í spássíutexta segir: Ísöldin gjörbreytti landinu. Áður en ísöldin hófst mynduðust hraun í flestum eldgosum. Á jökulskeiðum ísaldarinnar myndaðist nær eingöngu móberg en á hlýskeiðum hennar mynduðust bæði hraun og móberg. Myndin af toppi Snæfellsjökuls. Blaðsíða 18. Rof. Rof almennt notað í merkingunni niðurrif í náttúrunni. Helstu öflin sem vinna að rofi í náttúrunni eru jöklar, ár, vindar, frost og öldur sjávar þegar þeir skella á landinu. Í veðurblíðunni sem hér ríkti í milljónir ára áður en ísöldin hófst voru engir jöklar og engar jökulár. Á þessum tíma voru vindurinn og aldan sem skall á ströndinni helstu öflin sem rifu niður landið. Ef úthafsaldan hefur verið álíka öflug og hún núna áður en ísöldin gekk í garð, hefur hún líklega verið öflugasta rofaflið á Íslandi á þeim tíma. Hraun eru þess eðlis að þung úthafsaldan á létt með að vinna á þeim. Í hraunum eru sprungur og holrými sem auðvelda afli öldunar að brjóta landið niður. Syðsta og yngsta eyjan við Ísland, Surtsey, myndaðist í eldgosi á árunum 1963 til 1967. Hún hefur minnkað meira en helming vegna rofs úthafsöldunar. Á sama hátt og aldan hefur séð niðurrof Surtseyjar síðustu áratugina, hafa öldur hafsins einnig séð rof Íslands áður en ísöldin byrjaði. Blaðsíða 19. Eftir að ísöldin gekk í garð jókst rofið til mikilla muna vegna jöklana sem þá mynduðust. Jöklar sverfa undir lagið þar sem þeir skríða fram og bera með sér grjót, möl og sand. Jökulárnar grafa sig einnig niður, ekki síst þegar þær eru mjög gruggugar og straumurinn mikill. Í miklum flóðum geta jökulár grafið heilu gljúfrin á skömmum tíma. Tærar bergvatnsár og lækir hafa hins vegar lítinn mátt til að grafa sig niður í berg, en samt sem áður sverfa þær undirlag sitt jafnt og þétt, þó einkum í miklum flóðum. Árnar skera sig þannig niður í landið á löngum tíma og mynda gil og gljúfur. Myndirnar sýna hvernig úthafsaldan hefur sorfið af Surtsey í gegnum árin.
Efri myndin á blaðsíðu 18 er tekin árið 1964, svo neðri 1967, en myndin á blaðsíðu 19 árið 2001. Blaðsíða 20. Breytingar á umhverfi. Núverandi hlýskeið ísaldarinnar. Umhverfið breytist jafnt og þétt og landslag á Íslandi var allt öðruvísi fyrir ísöldina en það er í dag. Þá hefur hvert og eitt jökulskeið ísaldarinnar mótað landið, fjöll hafa myndast í og undir jöklinum sem gróf sig einni jafnt og þétt niður og myndaði dali og firði. Þegar síðasta jökulskeiði ísaldarinnar lauk fyrir rúmum 10.000 árum var landið gróðurlaust en hafði þó tekið á sig núverandi form. Hraun sem runnið hafa síðan þekja 10% af Íslandi. Einnig hafa myndast ný eldfjöll, ný stöðuvötn, nýjar eyjar og gígaraðir eru víða áberandi eins og til dæmis Lakagígar. Jökulár hafa einnig með framburði sínum bætt víða við landið á þessum 10.000 árum, einna mest við suðurströndina. Fossar eins og Seljalandsfoss og Skógafoss féllu til dæmis í sjó fram og landið sunnan þeirra hefur því allt myndast á þessu tímabili. Efri myndin á blaðsíðunni er af Lakagígum, svo neðri er tekin á bakvið Seljalandsfoss. Blaðsíða 21. Landnám. Þegar fyrstu landnámsmennirnir komu til landsins í kringum árið 874 þöktu birkiskógar stóran hluta hálendis Íslands og nær allt láglendið. Landið þótti gott til búsetu af flestu leyti og það spurðist til Noregs og annarra landa. Fólk streymdi til Íslands og landið byggðist mjög hratt. Aðeins nokkrum áratugum eftir að fyrstu landnámsmennirnir settust hér að, voru Íslendingar orðnir tugir þúsunda og höfðu komið sér fyrir allt land. Landnemarnir þurftu á skóginum að halda. Skógurinn var bæði feldur og á hann beitt búfénaði. Viðurinn var notað til bygginga og til að hita upp íbúðarhúsin. Það voru líka búin til kol úr viðnum en þau þurftu landnámsmennirnir til að smíða verkfæri og vopn. Sauðfé og öðrum húsdýrum var beitt á skóginn allt árið kring og það fór illa með skóginn. Þá var skógurinn einnig brenndur á stórum svæðum strax í upphafi Íslandsbyggðar. Þannig eyddist hann hratt í fyrstu en síðan jafnt og þétt allt fram á síðustu ár. Rætur trjánna binda jarðveginn saman og hlífunum. Í kjölfar þess að skóginum var eytt fylgdi því uppblástur og jarðvegseyðing. Stór gróin svæði breyttust þannig í mela og sanda. Víða fauk allur laus jarðvegur í burtu og eftir stóð aðeins grjótið sem ísaldarjökullinn skildi eftir sig þegar hann hörfaði og hvarf fyrir 10.000 árum. Myndin er af uppblásnu landi. Blaðsíða 22. 20. öldin. Á síðustu öld hófst tími tækja og tækni á Íslandi. Fyrsti bíllinn kom til landsins árið 1904. Þá var samt sem áður lítið vegi og brýr á landinu. Fyrstu ökumennirnir þurftu því að aka eftir hestaslóðum til að komast frá einum stað til annars. Næstum öll vegagerð á Íslandi átti sér stað á síðustu öld og breytti umhverfinu auk þess að gera okkur það mögulegt að ferðast landið og njóta umhverfisins. Í upphafi síðustu aldar voru tún bændanna lítil. Fyrsta dráttarvélin kom til Íslands árið 1918. Það var þó ekki fyrr en 1950 sem dráttarvélar urðu algengar í sveitum landsins. Í kjölfarið stækkuðu túnin og afköst bændanna jukust. Þá fóru menn líka að girða túnin og annað nytjaland. Í síðari heimsstyrjöldinni komu einnig ný tæki til landsins eins og gröfur og jarðýtur og sjást ummerki þeirra allt land. Blautt land, mýrlendi, var ræst fram eða þurrkað svo hægt væri að breyta mýrunum í tún. Þetta var gert með því að grafa skurði sem eru víða mjög áberandi í íslensku landslagi. Með þurrkun mýrletisins eyðilagðist víða mikilvægt varpland fugla og eðlilegt umhverfi fjölmargra skordýra og annara smádýra. Myndatextin á blaðsíðunni er gamli og nýi tíminn. Þar er verið að vísa í Burstabæinn, gömlu dráttarvélina og mótorhjólið sem stendur við timburhlaðan. Blaðsíða 23.
Fyrstu raforkuverin á Íslandi voru reist 1920, bæði litlar heima rafstöðvar, Elliðaarstöðin í Reykjavík og fleiri. Þá var byrjað að reisa stíplur og mynda uppistöðulón fyrir virkjanir. Í upphafi síðustu aldar bjuggu flestir Íslendingar í sveitum, en við lokaldarinnar bjuggu flestir í bæjum. Þéttbýlisstaðirnir urðu því að mestu til á síðustu öld og hafa einnig breytt umhverfinu. Í Reykjavík voru 300 íbúar aldamóta árið 1800. Árið 2006 bjuggu 60% Íslendinga á höfuðborgarsvæðinu eða 180.000 manns. Myndin til vinstri er af Andakílsárvirkjun og myndin til hægri af gömlu rafstöðinni við Elliðaár. Blaðsíða 24. Náttúruvernd. Þótt Ísland sé eitt allra yngsta landjarðarinnar þá er elsti hluti þess samt 16 milljón ára. Fólk hefur hins vegar ekki verið á Íslandi nema í rúm 1100 ár. Umhverfi á Íslandi hefur aldrei breyst jafn mikið á einni öld eins og á þeirri síðustu. Ummerki eftir framkvæmdir mannsins sjást nánast hvert sem farið er. Eftir því sem meira var framkvæmt og meira sá á landinu, urðu raddir náttúruvernd háværari. Náttúruvernd felst í því að lifa í sátt og samlyndi við landið og náttúruna, nýta landið án þess að það skemmist eða breytist. Mengun er hugtak sem nær yfir marga þætti og snýst yfirleitt óæskileg áhrif mannsins á náttúruna. Mengun getur líka orðið án íhlutunar mannsins, svo sem við eldgos. Hún felur til dæmis í sér óhreinkun eða röskun á lífríkinu, lofti, landi, ám, vötnum og sjó. Titringur, hávaði og geislun geta líka valdið mengun. Það má flokka mengun meðal annars í loftmengun, jarðvegsmengun, vatnsmengun, sjávarmengun og hávaðamengun. Myndin er úr Elliðaárdalnum í Reykjavík. Blaðsíða 25. Vegir eru víða áberandi í landslæginu. Náttúruvernd felst meðal annars í því að velja vegarstæði með tilliti til náttúrunnar. Einnig að ganga vel frá veginum og umhverfi hans eftir að hann hefur verið lagður. Náttúruvernd felst einnig í því að aka ekki utan vegana og skemma ekki land með akstri á viðkvæmu landi. Sífellt er verið að leggja meira land undir byggingar og önnur mannvirki. Náttúruvernd felst í því að hlífa viðkvæmu og sérstöku landi fyrir byggingum og öðrum áhrifum mannsins. Byggja til dæmis ekki nálægt vötnum eða tjörnum þar sem er viðkvæmt fuglalíf eða tegundir í útrýmingarhættu. Friðlýsing eða friðun náttúrufyrirbæra er aðferð til að varðveita landslag, lífríki og sérstæðar jarðmyndanir. Með friðun er reynt að tryggja að komandi kynslóðir geti notið þessara náttúru rétt eins og við gerum. Undir neðri myndinni til hægri stendur. Námur eru staðir þar sem jarðefni er tekið til dæmis til vegagerðar. Náttúruvernd felst meðal annars í því að taka ekki efni á viðkvæmum og áberandi stöðum. Blaðsíða 26. Auðlindir. Hafið og nýting þess. Lífið í hafinu, fiskarnir í sjónum, hafa lengi verið ein helsta auðlind okkar Íslendinga. Á fyrri öldum sóttu útlendingar mikið á fiskimið við Ísland, en á síðustu öld náðu Íslendingar að ráða yfir miðunum og búa nú einir af fiskinum í sjónum við Ísland. Íslendingar hafa lengi selt mikið af fiski til útlanda og hafa þau viðskipti skapað helstu tekjur þjóðarinnar. Í þéttbýlistöðum allt í kringum landið er fiskinum landað, hann unninn og honum pakkað til útflutnings. Í mörgum bæjarfélögum er vinnsla sjávarafurða helsta atvinnugreinin. Blaðsíða 27. Jarðhiti. Vegna þess að stuttir niður á glóandi heitt berg undir Íslandi er hér víða mikið jarðhita. Innan gosbeltana er á mörgum stöðum yfir 200 gráðu hiti á 1 kílómetra dýpi. Vatn lekur víða ofan í berggrunnin og hitnar þar og kemur svo upp glufur og sprungur. Einnig hefur víða verið borað ofan í berggrunnin eftir heitu vatni eða gufu. Frá landnámsöld hafa Íslendingar nýtt jarðhitann til þvotta og baða. Hvað frægust er laug Snorra Sturlusonar í Reykholti í Borgarfirði.
Árið 1928 var borað við þvottalaugarnar í Reykjavík og frá holunni var lögð fyrsta hitaveita á Íslandi. Hún hitaði Landspítalann, Austurbæjarskólann og 60 íbúðarhús. Síðan hefur nýting jarðhita þróast hratt og nú eru hús á stórum svæðum á Íslandi hituð með jarðhita. Auk þess að hita upp hús heita vatni notað á ýmsan hátt í daglegu lífi flestra Íslendinga. Raforka hefur verið framleidd með jarðhita á Íslandi allt frá árinu 1930. Árið 1969 var sett upp rafstöð við borholu í Mývatnssveit. Kröfluvirkjun í Mývatnssveit fyrsta stóra jarðvarmavirkjunin á Íslandi. Nú eru raforkuver knúin af jarðhita við Svartsengi á Reykjanesi, á Nesjavöllum í Grafningi og á Hellisheiði. Yfir þriðjungur af allri orku sem Íslendingar nota kemur frá jarðhita. Erfitt að gera sér í hugarlund hvernig þjóðfélag væri á Íslandi ef við hefðum ekki jarðhitan og þekkingu til að nýta hann. Efri myndin frá þvottalaugunum í Reykjavík, neðri myndin sýnir þegar boraður eftir heitu vatni við Kröflu. Blaðsíða 28. Vatnsafl. Á úthafseyjum eins og Íslandi þar sem mikið há fjöll rignir mikið. Úrkoman veldur því að á Íslandi eru margar stórar ár. Á jöklunum á hálendinu fellur úrkoman oft sem snjókoma á veturna og skilar sér ekki í árnar fyrr en á sumrin þegar hlýnar í veðri og snjórinn bráðnar. Ár sem teygja sig upp til jökla hafa því lítið vatn á veturna en mikið á sumrin. Þegar þessar ár eru virkjaðar til þess að framleiða rafmagn nauðsynlegt að byggja uppistöðulón til að geyma í vatn. Þau fyllast á sumrin en eru svo næstum tóm á vorin þegar snjórinn byrjar að bráðna á ný. Vegna þess hversu hálent á Íslandi og árnar vatnsmiklar víða hægt að reisa stórar virkjanir. Skeiðsfossvirkjun í Fljótum á Norðurlandi var tekin í notkun árið 1945 og var þá í fyrsta sinn á Íslandi sögt umtalsverðu landi til að framleiða rafmagn. Búrfellsvirkjun á Suðurlandi var reist á árunum 1967 til 1972 og var svo fyrsta af stórum virkjunum í Þjórsá og Tungnaá. Sigölduvirkjun var síðan reist árið 1978, Hrauneyjafossvirkjun árið 1982, Sultartangavirkjun var tekin í notkun árið 2000 og Vatnsfellsvirkjun árið 2002. Gífurlegt jarðrask fylgdi þessari virkjanagerð. Blönduvirkjun var byggð upp á hálendinu ofan Blöndudals á Norðurlandi vestra. Lónið eða stöðuvatnið sem þar var búið til fyrir virkjunina með stærstu stöðuvötnum á Íslandi. Með Kárahnjúkavirkjun, stærstu virkjun landsins, virkjaðar í einni virkjun Jökulárnar, Jökulsá á Brú og Jökulsá í Fljótsdal. Blaðsíða 29. Myndin af Dettifossi. Blaðsíða 30. Landshlutar. Skipting landsins. Landinu má skipta upp á marga vegu. Það má til dæmis skipta því í þéttbýli, dreifbýli og óbyggð svæði. Önnur leið að skipta því í láglendi og hálendi. Gróið land og ógróið og jöklar enn ein skiptingin. Þá hægt að skipta landinu eftir sveitarfélögum, sýslum og umdæmum sýslumanna. Algengt að skipta landinu upp í 9 afmarkaða landshluta: Vesturland, Vestfirði, Norðurland vestra, Norðurland eystra, Austurland, Suðurland, Suðurnes, höfuðborgarsvæðið og hálendið og það gert í þessari bók. Þjóðvegur 1 umhverfis landið tengir þessa landshluta saman fyrir utan hálendið. Í bókinni förum við eftir þessum hringvegi og stöldrum við á ýmsum stöðum á leið okkar. Við byrjum á Vesturlandi og förum á Vestfirðina, Norðurland, Austurland, Suðurland, Suðurnesin og endum ferðalög okkar á höfuðborgarsvæðinu og hálendinu. Í raun byrjar bókin og endar á Esjunni sem oft kallað Bæjarfjall Reykjavíkur. Blaðsíða 31. Vesturland. Vesturland norðan við höfuðborgarsvæðið og nær frá Hvalfirði til Gilsfjarðar. Svarti ramminn á kortinu afmarkar Vesturland.
Jarðfræði svæðisins og þar með landslag er mjög fjölbreytt. Í Hvalfirði, Borgarfirði og víðar eru milljóna ára gömul berglög frá því áður en ísöldin gekk í garð. Þá setja gígar og hraun frá núverandi hlýskeiði víða svip á landið. Snæfellsnes er næstum 100 kilometra langt og yst á nesinu er Snæfellsjökull. Í Borgarfjarðarhéraði er blómlegur landbúnaður, mikil sumarhúsabyggð og víða stórkostlegar náttúruperlur. Esjan er rúmlega 900 metrar á hæð og skýlir Reykvíkingum fyrir norðanátt. Auðvelt er að ganga á fjallið og af Esjunni er gott útsýni yfir höfuðborgarsvæðið. Norðan við Esjuna skerst Hvalfjörður inn í landið. Árið 1998 voru tekin í notkun jarðgöng undir Hvalfjörð en áður þurfti að aka fyrir fjörðin. Í Hvalfirði er gott útivistarsvæði. Á einhverju af síðustu jökulskeiðum ísaldarinnar varð mikið eldgos inn af Hvalfirði. Gosið náði upp úr jöklinum og til varð móbergsstapi sem nú heitir Hvalfell. Þegar jökullin bráðnaði myndaðist stöðuvatn við fjallið. Það heitir Hvalvatn og er næst dýpsta vatn á Íslandi 160 metra djúpt. Neðri myndin er af Hvalfelli og Hvalvatni. Blaðsíða 32. Botnsá rennur úr Hvalvatni norðan við Hvalfell en steypist síðan í háum fossi niður í djúpt og hrikalegt gljúfur. Fossin heitir Glymur. Hann er 200 metra hár og hæsti foss landsins. Þú sérð hann á myndinni til vinstri. Upp frá Borgarfirði liggja nokkrir jökulgrafnir dalir. Skorradalur er syðstur Borgarfjarðardalana. Skorradalsvatn fyllir dalbotnina miklu leyti. Kjarri vaxnar hlíðar eru upp af vatninu og þar eru fjölmörg sumarhús. Dalurinn er kjörinn til útivistar, þar er mikil skógrækt, silungsveiði í vatninu og jarðhiti. Í Lundareykjadal er jarðhiti og margir hverir. Í Krosslaug voru menn skýrðir eftir að kristni var tekin upp á Íslandi árið 1000. Dalinn fellur Grímsá sem er einar gjöfulustu laxveiða ám landsins. Það er mynd af Krosslaug efst á blaðsíðunni. Blaðsíða 33. Reykholtsdal hlykkjast Reykjadalsá í fögrum bugðum. Ekki er að furða þótt dalurinn sé kenndur við Reyk. Þar eru margir stórir og vatnsmiklir hverir. Deildartungu hver er vatnsmesti hver landsins og er vatnið úr honum meðal annars notað í hitaveitur á Akranesi og í Borgarnesi. Skömmu eftir árið 900 var mikið eldgos upp undir Langjökli. Hraunið sem þá myndaðist heitir Hallmundarhraun og rann 60 kilometra leið niður í byggð. Í hrauninu eru margir stórir hellar. Kalmanshellir er lengsti hraunhellir á Íslandi, rúmlega 4 kilometrar að lengd. Surtshellir, sem er tæpir 2 kilometrar á lengd, er einn frægasti hraunhellir á jörðinni og sá fyrsti sem var kortlagður. Í hellunum eru ótal merkilegar jarðmyndanir og í nokkrum þeirra má finna leifar af mannvist. Allir hellarnir eru opnir almenningi. Efri myndin til hægri er frá Snorralaug. Undir henni er textinn Snorralaug í Reykholti er kennt við Snorra Sturluson enda talið að hann hafi látið hlaða í hana. Snorralaug er meðal elstu mannvirkja sem varðveitt eru hér á landi. Neðri myndin er frá Borgarfirði. Undir henni stendur Fjallið Baula ofan Norðurárdals setur mikinn svip á Borgarfjörð. Fjallið sem er úr ljósgrýti er keilumyndað og 934 metrar á hæð. Af því er mikið útsýni. Til vinstri er mynd úr íslenskum hraunhelli. Blaðsíða 34. Frá Borgarnesi liggur vegur mýrar út á Snæfellsnes. Gígurinn Eldborg setur svip á landið og í Hnappadal þar skammt frá eru gígar og hraun áberandi. Þar er gígurinn Gullborg sem myndaðist í eldgosi fyrir 8000 árum. Í hrauninni eru nokkri stórir hellar sem heita Gullborgarhellar. Búðahraun myndar stóran boga út í Faxaflóa austan við Búður á Snæfellsnesi, en þar er bæði hótel og kirkja. Hraunið rann úr gígnum Búðakletti.
Hvammsfjörður sem eins og stígvél í laginu gengur inn úr Breiðafirði. Í mynni Hvammsfjarðar eru margar eyjar og upp frá firðinum ganga nokkrir dalir. Haukadalur er þeirra lengstur og þekktastur. Yst í dalnum er Haukadalsvatn og í því er góð silungsveiði. Laxárdal rennur Laxá og hún er einnig góð veiðiá. Blaðsíða 35. Þéttbýli og sögustaðir. Á Vesturlandi eru 8 kaupstaðir og kauptún. Flest þeirra eru sjávarþorp. Akranes er stærsti kaupstaður Vesturlands, liggur við Faxaflóa og er einn af stærri útgerðarstöðum landsins. Þar eru helstu atvinnuvegir auk útgerðarinnar, iðnaður og margvísleg þjónusta. Á Hvanneyri er landbúnaðarháskóli, þar hefur verið bændaskóli allt frá árinu 1892. Þar er einnig merkilegt safn ýmissa tækja sem bændur notuðu, þau elstu frá 1870. Borgarfjarðarbrúin var tekin í notkun árið 1980 og þar með lá hringvegurinn Borgarnes sem er miðstöð þjónustu á Vesturlandi. Að Bifröst er viðskiptaháskóli. Skammt þar frá er gígurinn Grábrók sem myndaðist í eldgosi fyrir 3600 árum. Grábrókarhraun er víðast þakið þykkum mosa og mjög fallegt yfir að líta. Innan við Bifröst er Hreðavatn, þar er mikil náttúrufegurð og fjöldi sumarhúsa. Reykholt er meðal þekktustu sögustaða á Íslandi, skólasetur, fræðasetur, kirkjustaður og pressetur frá fornu fari. Þar bjó Snorri Sturluson á 13. öld og þar var hann veginn árið 1241. Á Snæfellsnesi eru þorpin Arnarstapi og Hellnar þar sem er að finna mikið fuglalíf og stórkostlegar klettamyndanir. Á ströndinni norðan Snæfellsjökuls eru útgerðarbæirnir Hellisandur, Rif og Ólafsvík. Innar á strönd Snæfellsnes eru svo bæirnir Grundarfjörður og Stykkishólmur. Efri myndin á blaðsíðunni er frá Reykholti, neðri myndin er af Ólafsvík. Spássíutexti segir: Borg á Mýrum var lengi mikið höfðingjasetur og bjuggu þar meðal annars skáldin Egill Skallagrímsson og Snorri Sturluson á sínum tíma. Ungur sonur Egils drukknaði í Borgarfirði og orti Egill þá kvæðið Sonartorrek, eitt magnaðasta kvæði íslenskrar tungu. Blaðsíða 36. Breiðafjörður er annar stærsti flói landsins og á honum eru 2700 til 2800 eyjar auk fjölda skerja. Langflestar eyjana eru í eyði. Á eyjónum er mikið fuglalíf, þar er að finna æðarfugl, lunda og teistu. Frá Stykkishólmi gengur ferja yfir Breiðafjörð til Brjánslækjar á Vestfjörðum með viðkomu í Flatey. Skammt innan við Stykkishólm er kirkjustaðurinn Helgafell. Þar var lengi klaustur og fræðasetur. Þar sátu miklir höfðingjar á söguöld eins og lesa má í Eyrbyggju og Gíslasögu Súrssonar. Þorpið Búðardalur er við sjóin við mynni Laxárdals. Þar komu landnámsmenn upp tjaldbúðum og er nafnið af þeim dregið. Í Búðardal er þjónusta aðal atvinnuvegur íbúanna ásamt mjólkurvinnslu. Á blaðsíðunni eru 3 myndir. Efst til vinstri er mynd frá Djúpalónssandi, til hægri sérðu Kirkjufell við Grundarfjörð og neðri myndin er frá Stykkishólmi. Blaðsíða 37. Friðlýst svæði og þjóðgarðar. Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull vestast á Snæfellsnesi var stofnaður árið 2001. Jökullin er innan þjóðgarðsins sem og landið sunnan hans og vestan. Hraun eru mjög áberandi í þjóðgarðinum og í þeim eru margir merkilegir hraunhellar. Snæfellsjökull er 1446 metra hár og hæsta fjall sem sést frá Reykjavík. Vel má ganga á jökulinn en nú er algengara að farið sé á toppinn á vélsleðum og snjóbílum. Breiðafjörður er stærsta friðlýsta sjávarsvæði á Íslandi. Á Breiðafjarðareyjum eru margar tegundir plantna og stór hluti af fuglastofni lunda, æðarfugls og teistu. 90% af skörfum landsins verpir í eyjónum ásamt rúmlega helmingi arnarstofnsins sem er friðaður.
Við fjörðinn kæpa selir, bæði landselir og útselir, og smáhvelir eru algengir í firðinum. Það hefur alltaf verið búið í einhverjum af Breiðafjarðareyjum. Myndin er af Snæfellsjökli. Í spássíutexta segir: Því var lengi trúað að í gegnum Snæfellsjökul lægi leið að iðrum jarðar. Franski rithöfundurinn Jules Verne, fæddur 1828 og dáinn 1905, lætur til dæmis eina skáldsögu sína hefjast á því að frægur vísindamaður fer ásamt fylgdarleiði sínu ofan í jökulinn og þaðan alla leið í miðju jarðar. Kvikmynd var gerð eftir bókinni og er hún mjög ævintýraleg. Þá fjallar skáldsaga Halldórs Laxness, Kristnihald undir jökli, að hluta til yfirnáttúrulega atburði á þessum slóðum. Margir trúa því enn að Snæfellsjökull sé kyngi magnaður og þar sé einstök orkustöð. Blaðsíða 38. Vestfirðir. Vestfirðir eða Vestfjarðakjálkinn liggur norðan við Breiðafjörð og vestan við Húnaflóa. Inn úr Breiðafirði liggur Gilsfjörður og Bitrufjörður inn úr Húnaflóa. Þessir litlu firðir afmarka Vestfjarðakjálkan. Svarti ramminn á kortinu afmarkar Vestfirði. Á Vestfjörðum er strjálbýlt enda svæðið mjög fjöllótt og vogskorið. Þrátt fyrir lítið undirlendi eru Vestfirðir ótrúlega grónir og fjöll græn langt upp í hlíðar á sumrin. Vestfirðir eru elsti hluti landsins ásamt Austfjörðum og þar hefur engin eldvirkni verið frá því síðasta ísöld byrjaði. Þar eru því engin hraun, gígar eða önnur álíka náttúrufyrirbæri. Náttúran er engu að síður mjög fjölbreytt á Vestfjörðum og margt mjög sérstök. Jöklar ísaldarinnar hafa mótað skagan þannig að þar eru margir firðir og oft brött fjöll beggja vegna. Landslag á Vestfjörðum er því víða tignarlegt. Náttúruöflin á Vestfjörðum eru oft mjög grimm. Þar hafa víða fallið mörg mannskæð snjóflóð og orðið miklir skipsskaðar í ofsaveðrum. Fjölmargir jökulsornir firðir skerast inn í Vestfjarðakjálkan frá Breiðafirði. Á Reykjanesi milli Berufjarðar og Þorskafjarðar eru reykhólar. Fjölmargir hverir eru á reykhólum. Jörðinni tilheyrðu áður fyrr yfir 300 eyjar á Breiðafirði með miklu æðarvarpi. Kirkjustaðurinn Brjánslækur við Vatnsfjörð er fornt höfuból. Þaðan gengur ferja yfir Breiðafjörð. Upp að Brjánslæk er Surtarbrandsgil. Í spássíutexta segir: Á 15. öld bjó að reykhólum mikill ribbaldi sem kallaður var Guðmundur ríki. Hann auðgaðist á ránum og yfirgangi en var að lokum dæmdur fyrir svindl og sviptur eigum sínum og æru. Blaðsíða 39. Í setlögum í gilinu eru steingervingar vel varðveitt blaðför af ýmsum hitakærum trjátegundum sem hafa vaxið og dafnað þarna fyrir 12 milljónum ára. Látrabjarg er vestasti oddi Íslands og Evrópu. Bjargið er 14 kilometra langt og alltaf 440 metra hátt og er bergið 13 til 14 miljón ára gamalt. Í bjarginu eru mestu sjófuglabyggðir landsins en fuglabjörgin á Vestfjörðum eru meðal þeirra stærstu á jörðinni. Myndin á blaðsíðunni er af Látrabjargi. Kaldbakur, hæsta fjall Vestfjarða, er á fjallgarðinu milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. Af fjallinu er útsýni mikinn hluta Vestfjarða. Ganga má á fjallið hvort heldur er frá Arnarfirði eða Dýrafirði. Drangajökull er eini jökullin á Vestfjörðum og nyrsti jökull á Íslandi. Hann er tæpir 200 ferkilometrar að flatarmáli. Drangajökull var áður mun stærri en nú er og hann gæti jafnvel horfið á þessari öld. Efri spássíutexti segir: Á bænum Skógum í Þorskafirði fæddist skáldið Matthías Jochumsson árið 1835 og ólst þar upp. Við þjóðveginn er minnisvarði skáldið. Neðri spássíutexti segir: Kaldbakur er 998 metra hár en á síðustu öld var hlaðin 2 metra há varða efst á fjallinu til að það næði 1000 metra hæð yfir sjó.
Blaðsíða 40. Þéttbýli. Vestfirðir eru jökulgrafnir eins og áður segir. Þéttbýlisstaður er í hverjum firði og starfa íbúarnir einkum við sjávarútveg. Fjallvegir eru milli flestra fjarðana og lokast þeir oft á veturna. Útgerð og fiskvinnsla eru ábyrjandi í atvinnulífi á þéttbýlistöðum Vestfjarða. Syðstur fjarðana er Patreksfjörður. Samnefndur bær stendur undir brattri hlíð norðan fjarðarins. Þar er því snjóflóða og skriðuhætta. Tálknafjörður með samnefnt kauptún er norðan Patreksfjarðar. Töluverður jarðhiti er í Tálknafirði sem er lyftistöng fyrir byggðina þar. Arnarfjörður er mestur fjarðana. Þar er þorpið Bíldudalur. Ketildalir er samheiti dalana sunnan Arnarfjarðar. Milli þeirra eru brött fjöll en ljós skeljasandur er víða í fjörunni. Þarna er heillandi svæði til ferðalaga. Þéttbýlisstaðurinn í Dýrafirði heitir Þingeyri og er sunnan fjarðarins. Þegar horft er út Dýrafjörð frá fjarðarbotni er eins og fjörðurinn endi í stórum dyrum til hafs. Efri myndin á blaðsíðunni er frá Patreksfirði. Sú neðri er frá Hrafnseyri. Undir henni stendur: Á norðurströnd Arnarfjarðar er bærinn Hrafnseyri kenndur við Hrafn Sveinbjarnarson sem talin er hafa verið fyrsti menntaði læknirinn á Íslandi. Á Hrafnseyri fæddist Jón Sigurðsson. Blaðsíða 41. Önundarfjörður er 6 km breiður út við minnið en mjókkar jaft og þétt eftir því sem innar dregur. Há og brött fjöll liggja að firðinum beggja vegna. Við Önundarfjörð er þorpið Flateyri. Þéttbýlisstaðurinn Suðureyri er utarlega við Súgandafjörð sunnanverðan en jarðgöng tengja Flateyri og Suðureyri við Ísafjörð þannig að auðvelt er að sækja vinnu þangað. Ísafjarðardjúp er mikil fjörður sem teygir sig langt inn í landshlutan. Fjölmargar víkur og firðir skerast suður frá Ísafjarðardjúpi. Við Bolungarvík er samnefndur kaupstaður. Milli Bolungavíkur og Ísafjarðarkaupstaðar er kauptúnið Hnífsdalur. Þar er snjóflóðahætta eins og víða á fjörðunum, enda fjöllin brött og undirlendi lítið. Litlu myndirnar eru frá Dýrafirði og frá Flateyri við Önundarfjörð. Stóra myndin er af fossinum Dynjanda. Blaðsíða 42. Skutulsfjörður er einn þeirra fjarða sem skerst til suðurs úr Ísafjarðardjúpi. Þar er kaupstaðurinn Ísafjörður sem er stærsti þéttbýlisstaður Vestfjarða og miðstöð menntunar, verslunar og þjónustu í landshlutanum. Kaupstaðurinn liggur að hluta á lítilli eyri sem skagar út í fjörðin og að hluta undir snarbrattri fjallslíð þar sem snjóflóð eru tíð og hafa oft valdið miklu tjóni. Innan við kaupstaðin er fjölbreytt og fallegt útivistarsvæði og mjög góð aðstaða til skíðaiðkunar á vetrum. Álftafjörður skerst til suðurs úr Ísafjarðardjúpi. Þéttbýlisstaðurinn þar nefnist Súðavík. Innar við Ísafjarðardjúp eru aðeins fáeinir bæir í byggð. Þann 16. janúar 1995 féll stórt snjóflóð úr Súðavíkurhlíð og niður í gegnum byggðina. Í kjölfar flóðsins var byggðin flutt og nú býr enginn í gömlu Súðavík nema á sumrin. Vigur er byggð eyja í Ísafjarðardjúpi. Íbúarnir lifa einkum á landbúnaði, nytjun fugla og ferðaþjónustu. Talið er að í Vigur séu 80.000 lundar. Í Vigur stendur eina vindmylla landsins frá fyrri tíð en hún var síðast notuð árið 1920. Austurströnd Vestfjarða kallast Strandir. Steingrímsfjörður er stærstur fjarðanna sem skerast inn í landshlutan úr austri. Innarlega í firðinum er þorpið Hólmavík. Annar minni þéttbýlisstaður er við fjörðin utanverðan og heitir Drangsnes. Myndin á blaðsíðunni er frá Ísafirði. Blaðsíða 43. Friðlönd. Vatnsfjörður er vestastur fjarðanna er ganga norður úr Breiðafirði. Hann var friðlýstur árið 1975. Skógurinn sem breiður úr sér frá Flæðarmáli og langt upp á heiðar er einkenni Vatnsfjarðar.
Í Vatnsdalsvatni er ágæt veiði og friðlandið allt kjörið til útivistar. Nyrst á Vestfjörðum er landsvæði sem nefnist Hornstrandir og voru þær friðlýstar árið 1975. Þar eru háfuglabjörg og mikið af sjófugli. Nyrst þeirra eru Hornbjarg og Hælavíkurbjarg, veggbrött, há og hrikaleg. Það er langt síðan byggð lagðist af á Hornströndum og er umhverfið lítið skemmt af mannavöldum en aðeins má fara fótgangandi Hornstrandir. Minni myndin á blaðsíðunni er frá Vatnsfirði en svo stærri frá Hornströndum. Blaðsíða 44. Norðurland vestra. Norðurland vestra nær frá Hrútafirði sem gengur inn af Húnaflóa að miðjum Tröllaskaga en þar skilur á milli Norðurlands vestra og Norðurlands eystra. Svarti ramminn á kortinu afmarkar Norðurland vestra. Landsvæðið er ekki eins skorið af jöklum og Vestfirðirnir. Héraðið er vel gróið, jarðvegur víða frjósamur, rof og landeyðing lítil og heiðarnar upp af láglendinu grösugar. Nóg er af undirlendi og sjaldgæft að bæir standi undir bröttum fjallslíðum. Því er snjóflóðahætta víðast hvar engin. Þar er ekki eldgosahætta og jarðskjálftar eru fátíðir nema austast þar sem landið nálgast flekamótin. Þá eru samgöngur greiðar, engir torfærir fjallvegir og oft snjólétt í byggð á vetrum. Auk Hrútafjarðar ganga Miðfjörður og Húnafjörður inn af Húnaflóa. Í Húnafirði stendur Hvítserkur, 15 metra hár bergdrangur undir háum sjávarbakka. Þar hafa margar fuglategundir aðsetur. Ljósmyndin á blaðsíðunni er af Hvítserk. Borgarvirki er 15 metra hár gosstapi með sögulegum minjum. Það rís 177 metra yfir sjávarmáli og blasir víða við. Það hafa verið hlaðnir veggir á brúnum klettana og þar sem inngangur í virkið er. Borgarvirki er talið hafa verið virki til forna og það eru til margar sagnir. Inn af Húnaflóa er mikið láglendi. Nokkrir dalir eru inn af því. Má þar nefna Víðidal og Vatnsdal vestast en þar eru Vatnsdalshólar, sérkennileg hólaþyrping. Svínadalur er næstur, þá Langidalur og í framhaldi af honum kemur Blöndudalur en austast eru Laxárdalur og Svartárdalur. Góðar veiðiár eins og Vatnsdalsá, Laxá á Ásum, Blanda og Svartá eru á þessum slóðum. Blaðsíða 45. Skagafjörður er nálægt miðju Norðurlandi og er eitt stærsti fjörður á landinu, 40 kilometra langur. Á firðinum eru eyjarnar Drangey og Málmey. Inn af botni fjarðarins gengur mikill dalur sem einnig heitir Skagafjörður. Er hann einn mesti dalur landsins, breiður og grösugur og upp af honum svip mikil fjöll. Aðal héraðið er 50 kilometra langt en klofnar innst í þrönga dali er ganga langt inn í hálendið. Mesta vatnsfall í Skagafirði er héraðsvötn. Helstu fjöll eru Tindastóll vestanfjarðarins, Glóðafeykir austan dalsins og Mælifellshnjúkur sunnan dalsins. Nyrsta byggð Skagafjarðar nefnist Fljót sem er grösug sveit en snjóþung á vetrum. Þar er Skeiðsfossvirkjun sem tekin var í notkun árið 1945. Siglufjörður skerst inn í landið frá norðri. Fjörðurinn er 8 til 9 kilometra langur og skerst inn í Tröllaskaga á milli Eyjafjarðar og Skagafjarðar. Tröllaskagi er eitt mesti fjallgarður landsins. Á blaðsíðunni eru 2 myndir. Sú stærri er frá Víðimýri en undir henni stendur. Víðimýri var að fornu eitt kunnasta höfuðból í Skagafirði og höfðingjasetur. Þar bjuggu forystumenn Ásbyrninga sem var ein voldugasta ætt á Íslandi á Sturlungaöld. Undir minni myndinni stendur. Drangey er á Skagafirði. Hún er 200 metra há og í enni er mikil fuglabyggð. Útlagarnir Grettir og Illugi Ásmundsinnir dvöldu í enni árin 1028 til 1031, svo sem getið er í Grettisögu. Efri spá síðutexti segir:
Efst í Blönduhlíð er eyðibýlið Bóla, þar bjó skáldið Bóluhjálmar og stendur minnisvarði hann rétt við veginn. Neðri spássíutexti segir: Flugumýri er fornt höfuból í austanverðum Skagafirði. Þar bjó Gissur Þorvaldsson, eini Íslendingurinn sem hlotið hefur nafnbótina Jarl. Blaðsíða 46. Þéttbýli og sögustaðir. Helstu þéttbýlistaðir við Húnaflóa eru Hvammstangi, Blönduós og Skagaströnd. Blönduós er þeirra stærstur og stendur við ósa Blöndu. Blanda er mikil jökulá sem sækir vatn sitt alla leið til Hofsjökuls og Langjökuls. Á leiðsinni niður í byggð snýr hún hverlum Blönduvirkjunar sem er ein af stærri virkjunum á Íslandi. Á Hvammstanga og Skagaströnd er sjávarútvegur helsti atvinnuvegurinn en verslun og þjónusta á Blönduósi. Efri myndin er frá Blönduósi. Á Þingeyrum, austan við vatnið Hóp, er ein merkilegasta kirkja á Íslandi. Hún var hlaðin úr grjóti á árunum 1864 til 1877. Hleðslugrjótið var sótt vestur fyrir Hópið og dregið á sleðum yfir ís að vetri til. Hvelfing kirkjunar er bogadregin og blámáluð og á henni 1000 giltarstjörnur, en rúðurnar í bogadregnum gluggum kirkjunar eru einnig 1000 talsins. Margir merkir munir eru í kirkjunni. Munkaklaustur var stofnað á Þingeyrum árið 1133, hið fyrsta á Íslandi. Þar var merkilegt menntasetur í kaþólskri tíð og voru Þingeyrar lengi mikið höfuðból. Neðri myndin á blaðsíðunni er af Þingeyrarkirkju. Sauðárkrókur er stærsti þéttbýlistaðurinn í Skagafirði og þjónustu miðstöð héraðsins. Útgerð, iðnaður og margvísleg þjónusta er áberandi í atvinnulífinu. Blaðsíða 47. Á Sauðárkróki er verksmiðja sem framleiðir steinull sem notuð er í einangrun. Þar er falleg timburkirkja frá lokum 19. aldar og á hún margt fagur að gripa. Upp af bænum rís fjallið Tindastóll. Möguleikar til útivistar eru fjölbreyttir í næsta nágrenni bæjarins og þar má njóta náttúrunnar á öllum tímum árs. Frá Sauðárkróki er fagurt útsýni til hafs og eyjanna á Skagafirði. Efri myndin á blaðsíðunni er frá Sauðárkróki. Á Reynistað var stofnað nunnuklaustur árið 1295 og stóð það til 1552. Var það mjög auðugt og átti 50 jarðir sem Danakonungur sló eign sinni á leið og klaustri var lagt niður. 7 kílómetrum norðan við Varmahlíð er Glaumbær. Þar var mikið stórbýli áður en nú er þar byggðasafn. Í Glaumbæ er stór torfbær sem reistur var á árunum 1750 til 1879. Bæjarhúsin eru alls 13 talsins. Síðast var búið í bænum árið 1947. Bærin er dæmigerður bustabær og þar má sjá húsaskipan og stórbýli fyrr á tímum og hversdags áhöld í sínu eðlilega umhverfi. Á 11. öld bjó í Glaumbæ Snorri Þorfinnsson, sonur Þorfinns Karlsefnis, sem stjórnaði leiðangri til Vínlands árin 1002 til 1003 og hafði þar vetursetu. Þar fæddist Snorri og er hann talinn fyrsti Evrópumaðurinn sem fæddur er á meginlandi Ameríku. Snorri reisti fyrstu kirkjuna í Glaumbæ og mun grafinn þar. Hólar í Hjaltadal er einn merkasti sögustaður á Íslandi. Þar er nú landbúnaðarháskóli. Biskupsstóll var settur á Hólum árið 1106 og Jón Ögmundsson var fyrsti biskupinn. Í 7 aldir sátu biskupar á Hólum og voru Hólar höfuðstaður Norðurlands á þessum tíma. Neðri myndin á blaðsíðu 47 er frá Hólum. Undir henni stendur: Hólar í Hjaltadal, núverandi kirkja á Hólum var byggð árið 1763 og er elsta steinkirkja hér á landi. Blaðsíða 48. Þekktastir Hólabiskupa eru Jón Arason sem var síðastur biskup í kaþólskum sið og Guðbrandur Þorláksson sem lét prenta Guðbrandsbiblíu.
Jón Arason biskup var hálshöggvinn í Skálholti á Suðurlandi ásamt 2 sona sinna 7. nóvember 1550. Í kirkjugarðinum á Hólum er 27 metra hár minnisvarði Jón Arason. Ströndin við austanverðan Skagafjörð heitir Höfðaströnd. Þar er kirkjustaðurinn Gröf sem að fornu var eitt mesta höfuðból í Skagafirði. Kirkjan á Gröf var byggð á árunum 1670 til 1680 og er næst elsta guðshúsið á Íslandi. Grafarkirkja er með minnstu guðshúsum í gervallri kristni og sýnir í senn fátækt söfnuða fyrra á öldum og haglegg kirkjusmiðana. Þéttbýlisstaðurinn Hofsós er einn elsti verslunarstaður landsins. Á Hofsósi er vesturfarasetur, safn til minningar ferðir Íslendinga til Vesturheims. 2 myndir eru á síðunni, svo efri er frá Hofsósi en svo neðri er af Grafarkirkju. Í spássíutexta segir: Sálmaskáldið séra Hallgrímur Pétursson var fæddur í Gröf. Eftir honum heitir Hallgrímskirkja í Reykjavík. Blaðsíða 49. Siglufjörður er nyrsti kaupstaður á Íslandi og stendur við samnefndan fjörð. Bærinn stendur að hluta undir snarbrattri fjallslíð og undirlendi er lítið. Þar er oft snjóþungt og snjóflóð tíð. Undirstöðu atvinna Siglfirðinga eru fiskveiðar og úrvinnsla sjávarfangs. Á fyrri hluta síðustu aldar var Siglufjörður miðstöð síldarútgerðar og síldarvinnslu á Íslandi. Þangað sótti fólk í þúsundatali til vinnu og þegar ekki gaf á sjóinn voru 100 báta í höfninni og mannlífið á Íslandi hvergi fjörugra. Síldin var söltuð á plönum og voru söltunarstöðvarnar 27 talsins þegar mest var. Á Siglufirði er síldarminjasafn þar sem upplifa má þennan tíma þegar Siglufjörður var einn af stærstu kaupstöðum landsins. Á Siglufirði er fjölbreytt aðstaða til útivistar á öllum tímum árs. Báðar myndirnar á blaðsíðunni eru frá Siglufirði. Spássíutextinn efst til vinstri segir: Í kvos í hjarta Siglufjarðar er að finna fjölda eldri húsa sem setja skemmtilegan og sterkan svip á bæinn. Spássíutextinn til hægri segir: Fyrstu stóru jarðgöngin á Íslandi, Strákagöng, voru opnuð í gegnum fjöllin við Siglufjörð árið 1967. Fyrir þann tíma var leiðin úr fljótum Siglufjarðarskarð lokuð langtímum saman vegna snjóa. Friðlýst svæði. Miklavatn í Skagafirði var friðlýst 1977. Þar er votlendi með miklu fuglalífi og mikið æðarvarp. Ísland, veröld til að njóta, seinni diskur. Blaðsíða 50, Norðurland eystra. Norðurland eystra er víðáttumikill landsluti og landslag er þar afar fjölbreytt. Svæðið nær frá miðjum Tröllaskaga, austur á Langanes og suður til Vatnajökuls. Svarti ramminn á kortinu afmarkar Norðurland eystra. Á Norðurlandi eystra er stórskorið fjalllendi með djúpum dölum og fjörðum og bröttum fjöllum. Austar eru lynggrónar heiðar, grösugir dalir, kjarr, hraun, jarðhiti, eldstöðvar og sandar. Þar er að finna nokkrar náttúruperlur landsins, Mývatn, Kröflu, Ásbyrgi og Dettifoss og á hálendinu ofan byggðar, Öskju, Herðubreið og Kverkfjöll. Eyjafjörður skerst langt inn í landið fyrir nær miðju Norðurlandi. Upp af Eyjafirði teygir Eyjafjarðardalur sig langt inn til hálendisins og klofnar í nokkra myndarlega afdali. Eyjafjörður er grafin af jöklum niður í hraunlaga stafla sem mynduðust áður en síðasta ísöld byrjaði. Fjallslíðarnar eru því víða brattar og tignarlegar. Myndin efst á blaðsíðunni er frá miðbæ Akureyrar. Efri spássíutexti segir: Á bænum Fagraskógi við Eyjafjörð fæddist og ólst upp Davíð Stefánsson skáld og kenndi hann sig jafnan við bæinn. Neðri spássíutexti segir: Á bænum Hrauni í Öxnadal fæddist skáldið Jónas Hallgrímsson 16. nóvember árið 1807.
Honum til heiðurs sá dagur nú nefndur dagur íslenskrar tungu og haldinn hátíðlegur ár hvert. Blaðsíða 51. Fnjóská fellur Fnjóskadal til sjávar í Eyjafjörð við Laufás. Fnjóská 120 kilometrar að lengd og sækir vatn sitt langt upp á hálendið. Vaglaskógur í Fnjóskadal eitt stærsti skógur á Íslandi. Birki þar áberandi og hæstu trén yfir 12 metrar. Nokkru vestan við Ósa Skjálfandafljóts Náttfaravíkur. Þær fóru í eyði árið 1941 eftir samfellda byggð allt frá upphafi Íslandsbyggðar. Mývatn og sveitin sem við það kennd ein helsta náttúruperla landshlutans. Á jarðhitasvæðinu við Námafjall fjölmargir hverir og þar stórir leirhverir áberandi. Í Mývatnssveit líka mikið jarðsprungur og sumar þeirra fullar af heitu vatni. Í nokkrum þeirra má baða sig. Austan við Námafjall liggur leiðin að Kröfluvirkjun. Hún var reist á árunum 1975 til 1978 og framleiðir rafmagn með gufu sem kemur úr mörgum borholum sem umhverfis stöðina. Á blaðsíðunni mynd frá Mývatni. Spássíutexti segir: Í Náttfaravíkum settist Náttfari að árið 870 með þræl og ambátt. Þingeyingar hafa löngum litið á Náttfara sem fyrsta landnámsmannin og því fögnuðu þeir 11 alda afmæli Íslandsbyggðar árið 1970, 4 árum fyrr en aðrir landsmenn. Blaðsíða 52. Þéttbýli og sögustaðir. Nyrstur þéttbýli staða við Eyjafjörð Ólafsfjörður. Til að komast þangað þarf að fara Ólafsfjarðar múla. Áður lá vegur utan í fjallinu sem var einn sá hættulegasti á Íslandi. Grjóthrun og snjóflóð voru algeng og snarbrött hlíðin alltaf 200 metra niður í sjó. Nú liggur vegurinn jarðgöng. Dalvík vestan Eyjafjarðar. Mjög harður jarðskjálfti varð á Norðurlandi 2. júní 1934. Langharðast kom hann niður á Dalvík og nærsveitum, enda nefndur Dalvíkurskjálftinn. Skjálftinn jafnaði fjölmörg hús við jörðu og olli skemmdum á nær öllum mannvirkjum á svæðinu. Inn af Dalvík Svarfaðardalur milli hárra fjalla. Hrísey önnur stærsta eyja við Ísland, næst á eftir Heimaey í Vestmannaeyjum. Hún hæst 110 metrar yfir sjó. Norðurhluti eyjarinnar alfriðað land og þar fjölskrúðugt fuglalíf og mikið æðarvarp. Rjúpan mest áberandi í fuglalífinu í enni og hún spök, sérstaklega að haustlægi þegar hún vappar í flokkum götur og garða í byggðinni sem syðst á eyjunni. Í Hrísey, á Dalvík og Ólafsfirði sjávarútvegur, fiskvinnsla og aðrar atvinnugreinar tengdar sjávarnytjum, helsti atvinnuvegurinn. Efri myndin frá Ólafsfirði, neðri myndin af Hrísey. Blaðsíða 53. Hjalteyri, Hauganes og Litli Árskógssandur lítil þorp við vestanverðan Eyjafjörð. Á Hjalteyri var síldarvinnsla á fyrri hluta síðustu aldar og standa húsin enn eins og Draugaborg þótt vinslu þar sé löngu lokið. Akureyri við innanverðan Eyjafjörð höfuðstaður Norðurlands og langstærsti þéttbýlistaðurinn utan höfuðborgarsvæðisins. Bærinn stendur að hluta á lágum eyrum sem skaga út í botn fjarðarins og að hluta í brekkunum þar fyrir ofan. Bærinn afar vel gróinn og skartar mjög ræktarlegum trjágróðri. Bæjarstæðið fallegt og útsýni opið til allra átta og mikil fjallasýn. Upp að bænum rísa Súlur og Hlíðarfjall, Kaldbakur rís í norðri og inn Glerárdal tignarleg sýn til Tröllafjalls og Kerlingar sem hæsta fjall Norðurlands, 1538 metra hátt. Í Hlíðarfjalli rómað skíðasvæði Akureyringa. Akureyri miðstöð menningar og mennta á Norðurlandi sem og þjónustu, verslunar og iðnaðar. Atvinnulífið fjölbreytt, útgerð, fiskvinnsla, byggingariðnaður, matvælaiðnaður, háskóli, sjúkrahús, söfn, efnaiðnaður og fjölbreytt ferðaþjónusta
svo fátt eitt sé nefnt. Á Akureyri er góð höfn, mikil skipaútgerð og stutt á fengsæl mið. Inn frá Akureyri og Eyjafirði er Eyjafjarðarsveit. Í sveitum Eyjafjarðar er blómlegur landbúnaður, mikið af vel ræktuðu landi og grónum hlíðum. Dalirnir eru girtir tilkomu miklum fjöllum. Efri myndin á blaðsíðunni er af fjallinu Kerlingu í Eyjafirði. Neðri myndin er af Akureyrarkirkju. Í myndateksta segir: Akureyrarkirkja var vígð árið 1940. Hún setur mikinn svip á bæinn sem og þrepin 112 sem að henni liggja. Blaðsíða 54. Möðruvellir í Hörgárdal hafa lengst af verið stórbýli og höfðingjasetur. Möðruvallakirkja var byggð úr timbri á árunum 1865 til 1867. Til er mynd af kirkjubrunanum á Möðruvöllum og er hún stundum kölluð fyrsta íslenska fréttamyndin. Árið 1296 var sett á stofn munkaklaustur á Möðruvöllum og eitt merkasta bókasafn á öllu landinu var í Möðruvallaklaustri. Árið 1316 brann klaustrið og mest af bókunum. Á kirkjustaðnum Laufási, austan við Eyjafjörð, er vel varðveittur bustabær frá árunum 1840 til 1870. Í bænum er safn gamalla muna sem tilheyrt hafa staðnum í gegnum tíðina. Við Eyjafjörð er bærin Grenivík. Útgerð og fiskvinnsla eru aðal atvinna íbúana. Við Skjálfanda er kaupstaðurinn Húsavík. Þar er góð höfn frá hendi náttúrunnar og fallegt bæjarstæði. Atvinnustarfsemi er margbreytileg þótt útgerð, ferðaþjónusta og iðnaður séu hvað mest áberandi. Á Skjálfanda er eyjan Flatey. Reykjahlíð er byggðakjarni við Mývatn. Ferðaþjónusta er áberandi í atvinnulífinu þar. Efri myndin á blaðsíðunni er af Aldeyjarfossi í Skjálfandafljóti. Neðri myndin er af vegvísi sem stendur í Grímsey og sýnir fjarlægðir til nokkurra stórborga. Blaðsíða 55. Grímsey er 40 km fyrir norðan land. Hún er 5 ferkilometrar og rís hæst 105 metra yfir sjávarmál. Fiskveiðar og vinnsla aflans er undirstaða byggðarinnar sem er svo nyrsta á Íslandi. Norðurheimskautsbaugur liggur eina. Austan Öxarfjarðar er Melrakkaslétta. Þar er Hraunhafnartangi sem er nyrsti tangi landsins. Kópasker er vestan Melrakkasléttu en Raufarhöfn á utanverðum skaganum. Útgerð og fiskvinnsla eru undirstaða byggðanna. Á fyrirhluta síðustu aldar var Raufarhöfn eitt mesta síldarvinnslu og söltunarpláss á landinu. Þá dveldust þar mörg þúsund manns á sumrin og var Raufarhöfn með líflegri bæjum. Austan Melrakkasléttu er Þistilfjörður. Við Þistilfjörð að austan er kauptúnið Þórshöfn. Þar er blómleg útgerð. Efri myndin á blaðsíðunni er frá Kópaskeri en svo neðri frá Raufarhöfn. Í spássíuteksta efst á blaðsíðunni segir: Á kirkjustaðnum Ljósavatni í Ljósavaskarði bjó Þorgeir ljósvetningagoði. Hann úrskurðaði á Alþingi árið 1000 að Íslendingar skyldu taka upp kristni. Í kjölfarið henti hann heiðnum goðalíkneskjum sínum í Goðafoss í Skjálfandafljóti. Blaðsíða 56. Þjóðgarðar og friðlönd. Í mynni Reykjadals er Vestmannsvatn, vogskorið og fallegt með vel grónum eyjum. Fuglalíf er mikið við vatnið og í því bæði lax og silungur. Vatnið og nágrenni var friðlýst árið 1977. Í Gálgahrauni við Vassjaðarinn er gamall aftökustaður þar sem hraunnibba var notuð sem gálgi. Mývatn og Laxá, sem fellur úr vatninu ásamt næsta nágrenni, var verndað árið 1974. Lífríkið við Mývatn er einstætt og er nafn vatnsins dregið af öllum þeim aragrúa mýflugna sem eru á sveimi við vatnið á sumrin. Á blaðsíðunni er mynd af Mývatni. Í spássíuteksta neðst á síðunni segir:
Við Mývatn einstakt fuglalíf og þar verpa nær allar íslensku andategundirnar. Þá þéttasta straumanda byggð jarðar við ofanverða Laxá og húsöndin verpir hvergi annar staðar í Evrópu. Blaðsíða 57. Vatnið í 277 metra hæð yfir sjó, vogskorið með mörgum velgrónum hólmum og eyjum. Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum upp af Öxarfirði var stofnaður árið 1973. Jökulsá á fjöllum á upptök sín í Vatnajökli og rennur til sjávar í Öxarfjörð. Áin steypist í stórum fossum niður í gljúfrin sem eru við hana kennd. Jökulsárgljúfur eru ein stærstu og hrikalegustu árgljúfur á Íslandi 25 km löng og víða 100 metra djúp. Fossarnir í gljúfrónum eru hrikalegir og einn þeirra, Dettifoss, vatnsmesti foss á Íslandi og miklu stærri en nokkur annar foss á meginlandi Evrópu. Talið að mikið flóð í ánni hafi grafið gljúfrin og einnig Ásbyrgi sem hluti af þjóðgarðinum. Ásbyrgi eitt af sérstæðustu náttúrufyrirbærum á Íslandi. Þar rís snarbrattur klettaveggur á löngum kafla og eru hamrarnir víða 80 til 100 metra háir. Byrgið skeifulaga og vaxið birkiskógi. Í botni þess lítil tjörn undir hæsta hamrastálinu. Efri myndin á blaðsíðunni af Hafragilsfossi í Jökulsárgljúfrum. Neðri myndin af Ásbyrgi. Blaðsíða 58. Austurland. Austurland nær yfir austasta hluta Íslands frá Langanesi í norðri til Öræfajökuls í suðri. Ásamt Vestfjörðum Austurland elsti hluti landsins. Svarti ramminn á kortinu afmarkar Austurland. Hraunlagastaflarnir frá því fyrir ísöldina eru áberandi á Austurlandi, sem og allir dalirnir og firðirnir sem jöklar jökulskeiða ísaldarinnar grófu svo niður í staflan. Þar hrífandi náttúra með víðáttumikla sanda og gróna dali. Inn af Héraðsflóa allvíða láglendi en upp að því ganga tveir miklir dalir, Jökuldalur og Fljótsdalur. Sunnan við Héraðsflóa tekur við hár og mikill fjallgarður þar sem firðir og víkur skerast inn í ströndina, þar frekar lítið láglendi. Austurland getur státað af fjölbreyttum og fögrum skógum. Stærsti jökull Evrópu, Vatnajökull, hefur mótað landslag Austurlands árþúsundir. Frá jöklinum falla vatnsmikil fljót og í honum eru margar virkar eldstöðvar. Nyrðstir eru Bakkaflói, Vopnafjörður og Héraðsflói, en á milli Borgarfjarðar eystri og Álftafjarðar taka austfirðirnir við á milli brattra fjalla. Syðst á svæðinu Vatnajökull og setja fjölmargir skriðjöklar hans sem og árnar sem frá þeim renna sterkan svip á landið. Myndin undir kortinu á Hvalnesskriðum. Blaðsíða 59. Íslensku hreindýrin halda sig á Austurlandi, þau eru nokkur þúsund talsins. Á sumrin eru flest dýrin í nágrenni við Snæfell. Meðfram austanverðu Lagarfljóti Hallónsstaðaskógur sem stærsti skógur á Íslandi. Skógræktarstöð var stofnsett á Hallónsstað árið 1903 og skógurinn friðaður árið 1905. Þar hófst stórfelld skógrækt miðja síðustu öld. Elsti lerkilundurinn í skóginum var gróðursettur árið 1938. Atlavík innarlega í skóginum. Við víkina vinsælt tjaldstæði. Jökulsárlón framan við Breiðamerkurjökul. Það 12 ferkilometrar og allt að 140 metra djúpt. Efri myndin á blaðsíðunni frá Jökulsárlóni. Blaðsíða 60. Jökullinn brotnar jafnt og þétt út í lónið og þar fljóta því fjölmargir jakar. Úr lóninu fellur Jökulsá á Breiðamerkursandi rúman kílómetra til sjávar. Öræfajökull hæsta fjall landsins. Efsti hluti fjallsins heitir Hvannadalshnjúkur og hæsti tindur landsins 2110 metra hár. Öræfajökull virk eldstöð og hefur gosið tvisvar frá landnámi árin 1362
og 1727. Gosið 1362 var mikið sprengigos og lagðist byggðin við jökulinn af sinn og fékk nafnið Öræfi. Talið er að 25 bæir hafi farið í eyði í kjölfar gossins. Efri myndin er á Hvannadalshnjúk séð úr Skaftafelli. Neðri myndin er af Svínafellsjökli sem er einn af skriðjöklum Öræfajökuls. Blaðsíða 61. Þéttbýli og sögustaðir. Þéttbýlistaðirnir á Austurlandi bera margir sömu nöfn og firðirnir sem þeir standa við. Undirlendi við firðina á Austfjörðum er víðast lítið og standa nokkrir kaupstaðana undir bröttum fjöllum. Þórshöfn stendur við Þistilfjörð og Langanesi. Þar hafa verið gjöful fiskimið frá fornu fari og fiskveiðar stundaðar af krafti en landbúnaður í sveitinni. Á nesinu er fjölbreytt fuglalíf og mikil hlunnindi hafa verið af æðarvarpi, bjargfuglatekju og rekaviði. Sjaldgæfar jurtir vaksa á Langanesi og þar er mikið súluvarp. Vopnafjörður er breiður fjörður og við hann innanverðan er samnefnt Kauptún. Þar er sjávarútvegur undirstaða byggðarinnar. Í dölunum upp af Vopnafirði er stundaður landbúnaður. Dalina renna Sela og Hofsá en þær eru báðar þekktar laxveiðiár. Sunnan Vopnafjarðar er fjallgarður sem heitir Smjörfjöll. Héraðsflói er stuttur en breiður og inn af honum víðáttu mikið undirlendi. Það falla Jökulsá á Dal og Lagarfljót sem báðar sækja jökulvatn sitt upp til Vatnajökuls. Í Lagarfljóti er stöðuvatnið Lögurinn. Við norðurenda vatnsins er kaupstaðurinn Egilsstaðir. Undirstaða byggðarinnar er einkum þjónusta við nálegar sveitir og ferðafólk. Á myndinni hér til hliðar eru Egilsstaðir og Lagarfljót. Blaðsíða 62. Fljótsdalur nefnist sveitin inn af Lagarfljóti. Þar er Fljótsdalsvirkjun sem er stærsta raforkuver á Íslandi. Á hálendinu upp af Fljótsdal er Kárahnjúkastífla sem er eitt mesta mannvirki landsins. Hálslón innan Kárahnjúkastíflu er 57 ferkilometrar og þriðja stærsta stöðuvatn á Íslandi. Skriðuklaustur er fornt höfuðból við syðri enda Lagarfljóts. Þar var munkaklaustur á árunum 1493 til 1552. Gunnar Gunnarsson rithöfundur byggði húsið sem nú stendur á Skriðuklaustri. Hann gaf Íslenska ríkinu Skriðuklaustur og nú er þar menningar og fræðasettur. Þú sér Skriðuklaustur á efri mynd hér til hliðar. Valþjófsstaður er fornt höfuðból skammt innan við Skriðuklaustur. Einhver dýrmætasti gripur í eigu Þjóðminjasafns Íslands er Valþjófsstaðar hurðin. Hún er frá 13. öld og fagurlega útskorin. Talið er að hurðin hafi upphaflega verið skálahurð á Höfðingjasetri en síðan innri hurð í mikilli stafkirkju sem stóð á Valþjófsstað í margar aldir. Borgarfjörður eystri er nystur Austfjarða. Þorpið sem stendur við hann heitir Bakkagerði en er alltaf kallað Borgarfjörður. Fjöllin í kringum Borgarfjörð eru með elstu fjöllum á landinu 10 til 15 miljón ára gömul. Við Bakkaflóa er þorpið Bakkafjörður, þar er útgerð og fiskvinnsla. Seyðisfjörður skerst inn í Austurlands fjallgarðin austan við Egilsstaði. Við botn Seyðisfjarðar er samnefndur kaupstaður. Bærinn liggur að hluta undir bröttum fjöllum á báða vegu. Höfnin er góð frá náttúrunnar hendi enda útgerð helsti máttarstólpi byggðarinnar. Neðri myndin á blaðsíðunni er frá Seyðisfirði. Undir myndinni stendur: Frá Seyðisfirði, mörg hús yfir 100 ára gömul setja svip sinn á bæinn. Blaðsíða 63. Til Seyðisfjarðar var lagður sæsímastrengur frá Skotlandi árið 1906 og þar var starfrækt fyrsta símstöð á Íslandi. Seyðisfjörður var lengi höfuðstaður fjórðungsins og hríð einn af helstu verslunar- og útgerðarbæjum landsins. Við Norðfjörð er bærinn Neskaupstaður sem er stærsti kaupstaður á Austurlandi. Áður lá vegur þangað Oddsskarð sem teftist oft á vetrum vegna snjóa.
Jarðgöng voru því gerð þar og tekin í notkun árið 1977. Reyðarfjörður er lengstur og mestur allra Austfjarða og við botn fjarðarins er kauptúnið Reyðarfjörður. Sjávarútvegur hefur ávallt verið undirstaða atvinnulífs á staðnum. Nú er þar álver sem nýtir orku Fljótsdalsvirkjunar. Iðnaður er því stærsti atvinnuvegurinn á Austurlandi. Norður úr Reyðarfirði gengur lítill fjörður sem heitir Eskifjörður. Við hann er samnefndur kaupstaður. Sunnan Reyðarfjarðar er Fáskrúðsfjörður og liggur leiðin þangað jarðgöng sem tekin voru í notkun árið 2005. Kauptúnið Búðir, í daglegu tali nefnt Fáskrúðsfjörður, stendur við norðanverðan botn fjarðarins. Stöðvarfjörður er sunnan Fáskrúðsfjarðar, þar er samnefnt kauptún. 2 myndir eru á blaðsíðunni, sú efri er frá Reyðarfirði, sú neðri er frá Djúpavogi. Í myndateksta segir: Langabúð á Djúpavogi er eitt elsta verslunarhús landsins en elsti hluti þess er frá árinu 1790. Þar er nú menningarmiðstöð Djúpavogs. Blaðsíða 64. Breiðdalsvík er sunnan Stöðvarfjarðar. Þar er kauptún samnefnt firðinum. Berufjörður er sunnan Breiðdalsvíkur. Þar er kauptúnið Djúpivogur. Góð höfn er á Djúpavogi og þar starfa flestir við útgerð. Upp af Djúpavogi rís fjallið Búlandstindur, formfagurt fjall og af því er mikil útsýn. Syðstu firðir Austfjarða heita Hamarsfjörður og Álftafjörður. Höfn í Hornafirði er bær sem einkum byggir á útgerð, verslun og þjónustu. Í Hornafjörð fellur Hornafjarðarfljót sem sækir vatn sitt upp til Vatnajökuls. Íbúar á höfn hafa atvinnu af sjávarútvegi, verslun og þjónustu. Árósin við höfn er skipgengur, sá eini á Íslandi. Minni myndin á blaðsíðunni er af fjallinu Búlandstindi. Stærri myndin er frá höfn í Hornafirði. Í spásíuteksta stendur: Svínafell í Öræfum er fornt höfuból. Þar bjó Flosi Þórðarsson árið 1000. Hann var foringi brennumanna þeirra sem stóðu að Njálsbrennu og sagt er frá í Brennunjálssögu. Norður af bænum er Svínafellsjökull sem náði fyrrum allt að Túnfæti. Blaðsíða 65. Þjóðgarðar og friðlönd. Jökulsá í Lóni sækir vatn sitt til Vatnajökuls og er mikið vatnsfall. Upp með ánni að vestan liggur leiðin til Lónsörafa sem eru litfagrar, stórbrotnar og víðáttumiklar óbyggðir. Lónsörafi eru friðland frá árinu 1977. Vestan undir Örafajökli er þjóðgarðurinn í Skaftafelli. Hann er stærsti þjóðgarður í Evrópu. Þar eru jöklar og jökulár áberandi en einnig fallegur gróður. Þjóðgarðurinn í Skaftafelli var stofnaður árið 1967. Þar eru margir fagrir fossar og gil og mikil náttúrufegurð. Myndin á blaðsíðunni er frá Skaftafelli. Nú hafa verið sett lög Vatnajökuls þjóðgarð. Hann sameinar mörg friðlýst svæði, allt frá þjóðgarðinum í Skaftafelli norður í Jökulsárgljúfur. Jökulfljótið Skeiðará sem kemur undan Skeiðarárjökli eru mörkin milli Austurlands og Suðurlands. Áin sækir vatn sitt allt upp til Grímsvatna í Vatnajökli og breiðist Skeiðarársand til sjávar. Hún er einkum þekkt fyrir mikil hlaup sem í hana koma og kallast Skeiðarárhlaup. Áin var mikill farartálmi fram til ársins 1974 en þá var hún brúuð. Fyrir þann tíma þurftu íbúar í Skaftafelli að fara Austurland, Norðurland og Vesturland til að komast til Suðurlands. Blaðsíða 66. Suðurland. Suðurland nær yfir allan syðsta hluta Íslands, frá Skeiðará í austri að Hellisheiði ofan við Hveragerði í vestri. Svarti ramminn á kortinu afmarkar Suðurland. Láglendi er meira á Suðurlandi en í öðrum landslutum. Engir fjallgarðar skera svæðið og það er jafnan greiðfært allt árið. Héraðið falla mikil vatnsföll sem voru mikil farartálmi fyrr á öldum.
Skeiðarárjökull er stærsti skriðjökull í Evrópu. Hann skríður frá Vatnajökli og niður á Skeiðarársand. Vestan Skeiðarárjökuls er óbyggt svæði sem vinsælt er til útivistar. Þar eru Núpstaðaskógur, Súlutindar og Grænalón. Súlutindar draga nafn af súlu mikilli sem skagar upp í loftið. Grænalón er vatn sem rennur frá jöklinum. Þegar vatnsborð í lóninu hefur hækkað það mikið að það nær að lyfta upp jöklinum, tæmist lónið. Þá margfaldast vatnsmagnið í ánni og jökulhlaup verður á Skeiðarársandi. Myndin efst til hægri er af kirkjunni á Núpstað en hún hefur lítið breyst frá því aldamótin 1800. Í spássíðutexta segir: Í júnímánuði 1783 hófst eldgos í Lakagígum sem lauk 7. febrúar 1784. Skaftáreldar eins og gosið er kallað ollu gríðarlegu tjóni. Fjölmargar jarðir fóru í eyði og fjöldi fólks lét lífið í gosinu og afleiðingum þess móðuharðindunum. Eftir stendur hraunið 565 ferkilometrar og 12 rúmkilometrar. Nokkrir tugir hella eru í eldhrauni. Blaðsíða 67. Fjallið Lómagnúp ber hátt við himinn austast í Fljótshverfi. Klettar hans og hátt standbergið bera vitni þeim tíma þegar úthafsöldur mættu þar hörðu bergi fyrir rúmum 10.000 árum. Klettarnir eru þverhníftir og í röð hæstu standbjarga á Íslandi. Efri myndin á blaðsíðunni er af Lómagnúpi. Mýrdalssandur er 700 ferkilometrar að flatarmáli að mestu gróðurlaus auðn. Sandinn renna jökulvötn og bera með sér sand og aur sem síðan fíkur Sunnan Hjörleifshöfða er Kötlutangi, syðsti oddi Íslands. Upp af sandinum er Mýrdalsjökull. Í jöklinum er eldstöðin Katla. Hún hefur gosið 20 sinnum frá því Ísland byggðist. Eldgosin brjótast upp úr jöklinum og bræða mikið af ís sem veldur ógurlegum flóðum aðalega á Mýrdalssandi. Neðri myndin á blaðsíðunni er frá Mýrdalssandi. Hjörleifshöfði er fyrir miðri mynd. Sólheimajökull er skriðjökull frá Mýrdalsjökli sem nær niður á láglendi. Frá honum rennur jökulsá á Sólheimasandi. Milli Mýrdalsjökuls og Eyjafjallajökuls er Fimmvörðuháls. Hann er 1132 metrar á hæð þar sem hann er hæstur. Fimmvörðuháls er vinsæl en erfið gönguleið milli skóga og Þórsmerkur. Blaðsíða 68. Í Skógaá sem kemur af Fimmvörðuhálsi eru margir fossar. Skógafoss er þeirra mestur 60 metra hár. Jökullinn sem þakti landið á jökulskeiðum ísaldarinnar var svo þungur að landið seig á annað 100 metra niður í sjóin. Sjór flæddi þá yfir stór landsvæði og bjó til sjávarhamra sem nú eru sumstaðar langt inn í landi. Stór hluti af Suðurlandi var á kafi í sjó þegar síðasta jökulskeiði ísaldarinnar lauk. Þegar jökullinn hvarf tók það landið nokkuð tíma að lyfta sér á ný. Nokkrir af þekktustu fossum á Suðurlandi falla nú fram af sjávarhömrunum sem þá mynduðust. Til dæmis Skógafoss og Seljalandsfoss sem er með hærri og fegurri fossum landsins. Það er hægt að ganga á bakvið Seljalandsfoss. Þórsmörkurdalur milli Mýrdalsjökuls, Eyjafjallajökuls og Tindfjallajökuls. Nokkur óbrúuð vatnsföll er á leiðinni þangað frá þjóðveginum sem ekki eru fær fólksbílum. Gígjökull er hvað stærstur þeirra skriðjökla sem falla norður frá Eyjafjallajökli. Fyrir framan hann er Jökullón. Þórsmörk er vinsæll ferðamannastaður. Á efri myndinni er Skógafoss, neðri myndin er úr Þórsmörk. Blaðsíða 69. Hekla er 1500 metra hátt eldfjall sem rís hátt upp úr umhverfi sínu og ber jafnan hvítan koll. Fyrstir til að ganga á Heklu voru þeir Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson hinn 21. júní árið 1750. Hekla var mjög virk á síðustu öld og gaus í 7 skipti.
Þjórsá er lengsta vatnsfall á Íslandi 230 kilometrar. Hún sækir vatnið meðal annars til 4 jökla, Hofsjökuls, Tungnafellsjökuls, Vatnajökuls og Torfajökuls. Innst í Þjórsárdal falla fossarnir Háifoss og Granni niður í gljúfur sín hlið við hlið. Umhverfi fossana og gljúfrið er allt hið stórbrotnasta. Talið er að blómleg byggð hafi verið í Þjórsárdal allt fram yfir aldamótin 1100. Það eru 3 myndir á blaðsíðunni. Efri myndin til vinstri sýnir Heklu og Tröllkonuhlaup í Þjórsá. Til hægri er svo mynd af fossunum Háafossi og Granna. Neðri myndin er af stöng, undir henni stendur: Í stórgosi Heklu árið 1104 huldist Þjórsárdalur gosefnum og fór byggðin í eyði. Nokkrir bæjana hafa verið grafnir upp. Einna heilegustu bæjarústirnar komu í ljós á stöng innarlega í Þjórsárdal. Blaðsíða 70. Hvítá á upptök sín í Hvítárvatni austan Langjökuls. Í ánni er Gullfoss sem er 31 metri á hæð og með fegur í fossum landsins. Neðan við Gullfoss eru Hvítárgljúfur, alltaf 70 metra djúp og hrikaleg og fögur. Hverasvæði við Geysi efst í Biskupstungum er eitt merkasta hverasvæði jarðarinnar og einn af þekktustu ferðamannastöðum á Íslandi. Geysir er frægasti goshver á jörðinni og af nafni hans dregið alþjóða orðið Geyser sem er vísindaheiti á gjósandi hverum. Geysir er frægastur fyrir gosin sem talið er að hafi náð alltaf 80 metra hæð. Fjölmargir hverir eru á Geysisvæðinu. Virkastur þeirra er Strokkur. Hann gís með nokkura mínútna millibili. Myndin á blaðsíðunni er af Gullfossi. Blaðsíða 71. Þéttbýli og sögustaðir. Kirkjubæjarklaustur á Síðu er þéttbýlisstaður og þjónustumiðstöð. Ferðaþjónusta er áberandi í atvinnulífinu. Nunnuklaustur var á staðnum frá árinu 1186 og fram til 1550 þegar Íslendingar skiptu trú og öll klaustrin voru lögð niður. Vík í Mýrdal er kauptún niðri við sjóin sunnan Mýrdalsjökuls og er margvísleg þjónusta stór þáttur í atvinnulífinu. Vestan Víkur er Reynisfjall. Þaðan er gott útsýni yfir Vík, út til Reynisdranga og vestur til Dyrhólaeyjar. Á myndinni hér til hliðar má sjá Reynisdranga rísa úr sjó. Á Hellu og Hvolsvelli eru þéttbýlisstaðir. Þar er iðnaður og þjónusta undirstaða byggðarinnar. Í Biskupstungum eru margir sögufrægir kirkjustaðir. Víða er mikill jarðhiti og stækkandi sumarhúsabyggð. Þar er blómlegur landbúnaður og mikil ylrækt, einnig skógrækt og öflug ferðaþjónusta. Hið sama má segja allar nágrannasveitirnar, Laugardal, Reppa, Skeið og Flóa. Í Laugardal er þéttbýlisstaðurinn Laugarvatn við samnefnt lítið stöðuvatn. Þar er mikill jarðhiti, einnig skólar og hótel. Þar fyrir sunnan er Apavatn og þar fellur Brúará í Hvítá. Flúðir er þéttbýlisstaður í Hreppum og Laugarás í Biskupstungum. Undir neðri myndinni stendur: Norðan Hvolsvallar er býlið Keldur. Þar er forn skáli, elsta bygging sinnar gerðar á Íslandi og hinn merkasti í alla staði. Í bænum er minjasafn þar sem margt fornra muna er geymt. Blaðsíða 72. Skálholt í Biskupstungum er einn þekktasti sögustaður landsins. Skálholt varð biskupssetur árið 1056 og sátu þar 32 kaþólskir biskupar og 13 lúterskir. 11 kirkjur hafa staðið í Skálholti og allar á sama stað. Undir forkirkjunni er grafhýsi Skálholtsbiskupa og kapella. Þingvallavatn er næst stærsta stöðuvatn landsins, 82 ferkilometrar. Góð veiði er í Þingvallavatni og lífríki þess er auðugt. Að Nesjavöllum er öflug gufuaflsvirkjun og þaðan er leitt heitt vatn til Reykjavíkur. Sveitirnar þar fyrir sunnan heita Ölfus og Grímsnes. Þar er jarðhita að finna og fjölmörg sumarhús. Sogið fellur úr Þingvallavatni og í því eru virkjanir bæði við Ljósafoss og Írafoss.
Sogið sameinast síðan Hvítá og heitir eftir það Ölfusá og er það vatnsmesta vatnsfall á Íslandi. Í Ölfusá er Selfoss og við hann samnefndur bær. Á Selfossi er aðalatvinnuvegurinn iðnaður, ekki síst mjólkurvinnsla og þjónusta við sveitirnar í kring. Efri myndin á blaðsíðunni er af Skálholtsdómkirkju. Á þeirri neðri er horft yfir norður enda Þingvallavatns með Almannagjá í forgrunni. Blaðsíða 73. Stokkseyri og Eyrarbakki eru þéttbýlisstaðir við ströndina. Í margar aldir var aðalhöfnin á suðurströnd landsins á Eyrarbakka og þar með aðal verslunarstaður á Suðurlandi. Mörg hús standa enn frá þessum tíma og gefa staðnum skemmtilegan svip. Meðfram ströndinni er elsti sjóvarnargarður á Suðurlandi. Hann var reistur árið 1799 eftir að flóð olli miklu tjóni. Þorlákshöfn er útgerðarbær, þaðan siglir ferja til Vestmannaeyja á hverjum degi. Mannlífið við höfnina er oft líflegt enda Þorlákshöfn með mestu útgerðastöðum landsins. Vestan Þorlákshafnar er Herdísarvík og Strandarkirkja í Selvogi. Hveragerði er fallegur bær austan undir Kömbunum og síðasti þéttbýlisstaður áður en farið er yfir Hellisheiði. Verslun, ylrækt og þjónusta eru ábyrrandi í atvinnulífi í Hveragerði. Gróðurhús setja mikinn svip á bæinn enda mikið jarðhita. Hverir eru inni í bænum sem utan hans og í dölunum upp á honum. Norður af Hellisheiði er fjallið Hengill. Þar er mikill jarðvarmi og stór hverasvæði. Efri myndin er af elsta húsi á Eyrarbakka sem er íbúðarhús frá 1765. Það er friðlýst og gengur undir nafninu Húsið. Á neðri myndinni er höfnin í Þorlákshöfn. Blaðsíða 74. Vestmannaeyjar er samheiti margra eyja og skerja úti fyrir Suðurlandi. Eyjarnar rísa flestar bratt úr sjó og á öllum þeim stærri er nokkur gróður. Þaðan er stutt á fengsæl fiskimið. Heimaey er stærst Vestmannaeyja og svo eina sem er í byggð. Íbúarnir starfa einkum við útgerð og fiskvinnslu en Vestmannaeyjar hafa lengi verið einn öflugasti fiskvinnslu og útgerðarbær landsins og þar er mjög góð höfn. Í eyjunum eru fjölmargir veggbrattir sjávarhamrar og þar er mikið af sjófugli og þéttsetið varp. Einkennisfugl eyjanna er lundi. Aðfaranótt 23. janúar 1973 hófst eldgos í Heimaey. Strax fyrstu nóttina tók það að ógna að kaupstaðnum. Allur bátafloti Vestmannaeyinga var í höfn þegar eldgosið hófst og voru nær allir íbúar eyjarinnar fluttir til lands nóttina í mestu fólksflutningum á sjó sem getur hér við land. Gosinu lauk að kvöldi 27. júní 1973. Þá höfðu 250 milljónir rúmmetra af gosefnum komið upp. Fjallið sem myndaðist í gosinu heitir Eldfell. Enginn fórst í eldgosinu og margir fluttu aftur til eyja að gosi loknu. Á efri myndinni eru lundar. Neðri myndin er af Landakirkju í Vestmannaeyjum í eldgosinu í Heimaey 1973. Blaðsíða 75. Surtsey er syðsta eyjan við Ísland og svo yngsta. Hún var til í miklu eldgosi á árunum 1963 til 1967. Eldgosið hófst á sjávarbotninum þar sem upplóðust gosefni. Þau náðu upp á yfirborð sjávarins á stuttum tíma og mynduðu eyjuna. Í hraunum Surtseyjar eru margir merkilegir hellar. Myndin á blaðsíðunni er frá Surtseyjargosinu. Blaðsíða 76. Þjóðgarðar og friðlönd. Skammt frá Kirkjubæjarklaustri er Stuðlabergsflötur sem heitir Kirkjugólf og er mynd af því hér til hliðar. Gólfið sem er 80 fermetrar er samansett af endum Stuðlabergs sem jökull og haf hafa rofið sig niður á. Stuðlarnir eru á 11. hundrað. Kirkjugólfið var friðlýst árið 1987. Efri myndin er af Dyrhólaey. Dyrhólaey er höfði með þverhníftu bergi í sjó niður.
Suður úr eynni gengur klettatangi og gegnum hann er gat sem sigla má í gegnum þegar sjór er kyrr. Dyrhólaey er mynduð við eldgos í sjó fyrir 100.000 árum. Síðan hefur brimið unnið að mótun hennar. Dyrhólaey var friðlýst árið 1978 og umferð hana er bönnuð á varptíma. Blaðsíða 77. Enginn staður á Íslandi býr í senn yfir jafn mikilli náttúrufegurð og á sér jafn merka sögu og þingvellir. Þar var Alþingi Íslendinga stofnað árið 930 og haldið þar til ársins 1798. Á þingvöllum voru kveðin upp lög og refsidómum framfylgt. Þar var saga þjóðarinnar ráðin og kristnilög tekin árið 1000. Á þingvöllum, hinum forna þingstað beggja vegna Öxarár, eru allar þingbúðarústir friðlýstar og aðrar fornleifar og gömul mannvirki. Í Almannagjá fellur Öxarárfoss en í ánni fyrir neðan fossin er Drekkingarhylur, gamall aftökustaður. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum var stofnaður árið 1928. Kveðið var á að þingvellir við Öxará skuli vera friðlýstur helgistaður allra Íslendinga. Kjarrivaxið hraun er áberandi í Þingvallasveit og við austurenda vassins hefur verið gróðursettur fjöldi grenitrjáa. Surtsey var friðlýst árið 1965 og á eynni hefur verið fylgst með því hvernig líf nemur land. Myndirnar á blaðsíðunni eru frá Þingvöllum. Sú efri er af Öxarárfossi en sú neðri af Drekkingarhyl. Blaðsíða 78. Suðurnes. Suðurnes ná yfir utanverðan Reykjanesskaga frá Vatnsleysuströnd og Krýsuvík að Garðskaga. Svarti ramminn á kortinu afmarkar Suðurnes. Reykjanes er eins og stígvél í laginu, syðst og vestast á Íslandi. Ummerki eldvirkni eru mjög áberandi á skaganum og hraun þekja hann nánast allan. Suðurnes eru meðal yngstu hluta landsins. Þar er víða mikill jarðhiti, bæði lághitasvæði og háhitasvæði. Kleifarvatn er stærsta stöðuvatnið á Suðurnesjum og hefur það ekkert afrennsli ofanjarðar. Engin á rennur Suðurnes og lítið læki. Úrkoman sem þar fellur hverfur ofan í hraunin. Landslagið er víða ævintýralegt, þar eru sjávarhamrar, hverir, hellar og víðáttumiklar hraunbreiður. Fjallið Keilir er á Reykjanesskaga. Keilir var til við gos undir jökli á ísöld. Hann er þekktur vegna strítumyndarar lögunar sinnar. Útsýn er mikil til allra átta af Keili. Þorbjarnarfell er í daglegu tali nefnt Þorbjörn og er við Grindavík. Af fjallinu er mikið útsýni yfir stóran hluta Reykjanesfjallgarðsins. Þar er jarðhitamyndun og norður og norðaustur af fellinu er allvíðáttumikið jarðhitasvæði. Uppi á Þorbjarnarfelli er gjá eða sprunga sem heitir Þjófagjá og heitir eftir 15 þjófum sem höfðust við í þar og stálu fé af Grindvíkingum. Voru þeir að lokum unnir með prettum. Neðri myndin á blaðsíðunni er af fjallinu Keili. Blaðsíða 79. Þéttbýli. Helstu þéttbýlistaðirnir á Reykjanesskaga, Keflavík og Njarðvík voru sameinuð í eitt sveitarfélag og heita síðan Reykjanesbær. Auk þess eru á Suðurnesjum Grindavík, Sandgerði, Garður og Vogar. Útgerð og fiskvinnsla eru áberandi í atvinnulífinu á Suðurnesjum, einnig iðnaður og ýmis þjónusta, svo sem við alþjóðaflugvöllin á Miðnesheiði, flugstöð Leifs Eiríkssonar. Á Garðskaga og Reykjanestá eru vitar. Við hafnir eru þverhníftir sjávarhamrar, hafnaberg, þar má sjá þverskurð hraunlaga úr nálagri eldstöð. Víða í sjávarhamrum Reykjanesskaga er mikið af bjargfugli. Bláalónið er afrennsli úr orkuverinu í Svartsengi og er nú eitt fjölsóttasti ferðamannastaður landsins. Fljótlega eftir að fólk fór að sækja í Bláalónið kom í ljós að vatnið í því getur linað þjáningar psoriasissjúklinga sem koma víða að úr heiminum til að njóta þess. Á blaðsíðunni eru 2 myndir, svo efri er af Kleifarvatni en svo neðri af Eldey. Undir henni er texti sem segir:
Skammt utan við Reykjanes rís Eldey brött úr hafi. Þar mikið og einstakt fuglalíf, mesta súlubyggð á einum stað á jörðinni. Blaðsíða 80. Höfuðborgarsvæðið. Höfuðborgarsvæðið hefur mikla sérstöðu í samanburði við aðra landshluta. Landsvæðið mjög lítið, en þar býr mun fleira fólk en í öllum hinum landshlutunum til samans. Höfuðborgarsvæðið eina borgarsamfélagið á Íslandi og þungamiðjan Reykjavík, höfuðborg Íslands. Aðrir bæir á höfuðborgarsvæðinu eru Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður og Álftanes. Á þessu svæði miðstöð iðnaðar og þjónustu, stjórnsýslu og verslunar á Íslandi. Reykjavík fjölsóttasti ferðamannastaður á Íslandi og á það bæði við útlendinga og Íslendinga. Efri myndin á blaðsíðunni frá tjörninni í Reykjavík. Á henni má sjá Ráðhús Reykjavíkur lengst til vinstri. Alþingishúsið, Iðnó, Miðbæjarskólann, Fríkirkjuna og Listasafn Íslands. Litla myndin af Alþingishúsinu. Blaðsíða 81. Sagan segir að landnámsmenn hafi gefið staðnum nafnið Reykjavík vegna gufunar sem þeir sáu. Reykjavík fyrsta landnámsjörð norrænna manna á Íslandi samkvæmt Landnámabók. Þar rak öndvegissúlur Ingólfs Arnarsonar að landi og þar byggði hann sér bæ, hafði vetursetu og settist að fyrstur þeirra norrænu sægarpa sem hingað komu á 9. öld. Í Reykjavík hefur að öllum líkindum verið samfelld byggð síðan. Bær Ingólfs hefur sennilega staðið á bakkanum, skammt upp af víkinni þar sem nú Aðalstræti og Ingólfstorg. Reykjavík og Seltjarnarnes kaupstaður standa að stórum hluta á Útnesi sem gengur út í Faxaflóa og liggur á milli Kollafjarðar í norðri og Skerjafjarðar í suðri. Á innanverðu nesinu jarðhiti og þar voru laugar með heitu vatni. Þar eru nú Laugardalur og Laugarnes. Í Kollafirði eru nokkrar eyjar, stærstar eru Viðey og Engey. Í Viðey var lengi stórbýli og klaustur í kaþólskum sið, hið auðugasta á landinu. Viðeyjarstofa myndarlegt steinhús, byggt 1753 til 1755. Í Reykjavík var lengstum fremur kotbýlt og fámennt. Stórbýli svæðisins og höfðingjasetur voru einkum Nes á Seltjarnarnesi, Laugarnes, Viðey og Bessastaðir á Álftanesi. Þorp myndaðist ekki í Reykjavík fyrir á 18. öld með uppbyggingu þéttbýlis og iðnaðar að undirlagi Skúla Magnússonar landfógeta. Staðurinn fékk síðan kaupstaðaréttindi 18. ágúst 1786. Íbúarnir voru 300 árið 1800, 5.800 árið 1900 og nær 160.000 síðustu aldamót. Á blaðsíðunni eru 3 myndir. Efst Nesstofa, stjórnarráðshúsið í miðið og neðst mynd af Bessastöðum. Blaðsíða 82. Saga Reykjavíkur samofin sögu lands og þjóðar frá árinu 1800. Í rúm 200 ár hefur Reykjavík verið höfuðstaður Íslands og brennidepill þjóðlífsins. Þar hafa margir merkir Íslendingar búið og starfað, athafnamenn, stjórnmálamenn, vísindamenn og listamenn, bæði konur og karlar. Mannvirki og byggingar eiga sér mikla sögu á höfuðborgarsvæðinu. Merkustu hús frá fyrri öldum eru Stjórnarráðshúsið, Menntaskólinn í Reykjavík, Dómkirkjan, Alþingishúsið, Viðeyjarstofa, Nesstofa, Bessastaðir, Landakotskirkja og kirkjurnar í Viðey og á Bessastöðum. Stjórnarráðshúsið við Lækjartorg var upphaflega byggt sem fangelsi en hýsir nú forsætisráðuneytið. Nú setja mestan svip á byggðina Hallgrímskirkja á Skólavörðuholti, Perlan á hitaveitutönkunum og háhýsi við Skúlagötuna. Hafnarfjörður stendur við samnefndan Vog. Þar varð mikilvægur verslunar og útgerðarbær á 15. öld og hefur svo verið síðan, en iðnaður og þjónusta eru nú helstu atvinnuvegirnir í bænum. Að bænum liggja mikil kjarrivaksin hraun og eiga hafnfirðingar víðáttumikið og fjölbreytilegt útivistarsvæði.
Í Hafnarfirði og í Reykjavík eru góðar hafnir og öflug útgerð. Í vesturátt frá Hafnarfirði er Álftanes, en á milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur eru Garðabær og Kópavogur. Efri myndin er frá Viðey, Viðeyjarstofa, Viðeyjarkirkja og Esjan í baksýn. Neðri myndin er frá höfninni í Hafnarfirði. Blaðsíða 83. Bessastaðir á Álftanesi eru forsetasetur, kirkjustaður og font höfuðból. Á 13. öld átti Snorri Sturluson jörðina en eftir víg Snorra eignaðist konungsvaldið Bessastaði og var jörðin upp frá því höfuðsetur æðstu valdsmanna konungs og allt til loka 18. aldar stjórnarsetrið var flutt til Reykjavíkur og Íslendingar eignuðust jörðina á ný. Forseti Íslands hefur setið á Bessastöðum allt frá stofnun lýðveldisins. Forsetabústaðurinn er eitt elsta hús landsins, reistur 1761 til 1766. Byggð á höfuðborgarsvæðinu nær nú samfellt allt upp fyrir Elliðavatn. Við Elliðavatn er gamall þingstaður fjórðungsins. Í vatninu er fjölbreytt lífríki og silungsveiði. Úr því falla Elliðaár Elliðaárdal til sjávar í Reykjavík. Laxveiði er í ánum og allt umhverfið þeirra er kjörið útivistarsvæði. Frá Reykjavík er fögur fjallasýn meðal annars til Keilis, Bláfjalla, Vífilfells, Esju, Skarðsheiðar, Akrafjalls og Snæfellsjökuls sem er þeirra hæstur. Esjan er rúmir 900 metrar á hæð, gerð úr basalti og móbergslögum, rómuð fyrir litbrigði og formfegurð. Í Mosfellsdal er mikill jarðhiti og vatn þaðan notað til hitaveitu í Reykjavík. Í Mosfellsbæ er umfangsmikil ylrækt og garðrækt. Þá er öflug alifuglarækt og fjöldi eggjabúa þar og annar staðar í nágrenni höfuðborgarinnar sem og svínabú, hesthús og fiskirækt. Á þessari blaðsíðu eru 4 myndir. Efst til vinstri er mynd af Hallgrímskirkju, til hægri er mynd af Gljúfrasteini, í miðjunni er mynd af Menntaskólanum í Reykjavík og neðst er Perlan. Blaðsíða 84. Hálendið. Eins og höfuðborgarsvæðið hefur hálendið mikla sérstöðu meðal landshlutana. Hálendið á miðju landsins er stórt en íbúar eru aðeins örfáir. Hálendið er oft skilgreint sem það svæði sem liggur í meira en 400 metra hæð yfir sjó. Svarti ramminn á kortinu afmarkar hálendið. Hálendi Íslands er einstakt. Mikill hluti þess er enn ósnortin þótt framkvæmdir manna þrengi að. Fjölbreytni landslags er mikil og víða er fegurð og tign landslagsins engu lík. Jöklar, fjöll, heiðar, melar, sandar og hraun eru mest áberandi. Í heild er hálendið lítið gróið. Fyrir göngufólk eru leiðir á hálendinu óteljandi. Það sama á við þá sem ferðast á snjóþungum vetrum og skiptir þá litlu hvaða ferðamáti er notaður. Sumir ferðast á gönguskíðum, aðrir á vélsleðum og enn aðrir á jeppum. Norður frá Þingvöllum liggur Kaldidalur. Þar er fjallvegur milli Þingvalla og uppsveita Borgarfjarðar. Fyrsti bílvegur frá Reykjavík norður í land var lagður Kaldadal. Kjölur nefnist hálendissvæðið milli Langjökuls og Hofsjökuls. Landslag á Kili er mjög mótað af jöklum. Frá Gullfossi liggur Kjalvegur norður í Húnaþing. Upp af Suðurlandsundirlendinu er góður vegur allt að virkjununum fyrir sunnan Þórisvatn. Þar fyrir norðan tekur við Sprengisandsleið Sprengisand norður í land. Norðan Mýrdalsjökuls eru fjallabaksleiðir nyrðri og syðri. Þar eru landmannalaugar en þar er bergið litskrúðugt og heit náttúruleg baðlaug. Undir kortinu er mynd af Bláhver á Hveravöllum. Blaðsíða 85. Þjóðgarðar og friðlönd. Hveravellir er mikið jarðhitasvæði með mörgum fallegum hverum. Hverasvæði var friðlýst árið 1960. Ódáðahraun er í suðri frá Mývatnssveit en á hálendinu milli Mývatnssveitar og Vatnajökuls eru mörg náttúruundur svo sem Kollóttadyngja, Herðubreið, Askja og Kverkfjöll. Myndin á blaðsíðunni er frá Landmannaafrétti.
Blaðsíða 86. Friðland stórt landsvæði norðan við Mýrdalsjökul. Friðlandið allt ofan 500 metra yfir sjó. Það var friðlýst árið 1979. Landið fjöllótt, mótað af eldvirkni og jarðhita, þakið hraunum og söndum, ám og vötnum. Fjölbreytt landslag, sérstakt en viðkvæmt lífríki, öræfa auðn og kyrrð eru megin einkenni friðlands að Fjallabaki. Þangað leita árlega þúsundir manna til að njóta landslagsins og náttúrunnar. Þjórsárver víðáttu mikil gróðurvin sunnan undir Hofsjökli. Gróðurinn fjölbreyttur og þarna eru stærstu varpstöðvar heiðagæsarinnar í öllum heiminum. Þjórsárver voru friðlýst árið 1981. Herðubreiðarfriðland í Ódáðahrauni nær yfir stapan Herðubreið og umhverfi hennar. Það mestur hraun en í Herðubreiðarlindum þar sem lindarvatn kemur undan hraunum fagur háfjallagróður. Herðubreið oft nefnd drottning íslenskra fjalla. Hún myndaðist í miklu eldgosi þegar ísaldarjökullin á þessu svæði var 1 kílómetri á þykkt. Askja í Dyngjufjöllum í Ódáðahrauni norðan Vatnajökuls var friðlýst árið 1978. Dyngjufjöll nafn á fjallaklasa og Askja sigdæld í þeim. Í Öskju eldstöðvar og hraun. Þar einnig Öskjuvatn sem var til í eldgosi árið 1875. Efri myndin á blaðsíðunni af jökulgili í friðlandi að Fjallabaki. Neðri myndin af Herðubreið. Blaðsíða 87. Öskjuvatn dýpsta stöðuvatn landsins, rúmlega 200 metrar á dýpt. Gígurinn Víti rétt við Öskjuvatn. Í honum heitt vatn og þar hægt að fá sér sundsprett. Lónsöræfi í Stafafellsfjöllum voru friðlýst árið 1977. Að ræða fjallahring, dali og öræfi á hálendi upp frá lóni austan Vatnajökuls. Svæðið skartar mikilli fjölbreytni í formum og litum og það sundurskorið á gljúfrum og giljum. Náttúran í Lónsöræfum einstaklega litrík, víða fallegur gróður og algengt að göngufólk rekist á hreindýr á ferð sinni svæðið. Stóra myndin af Víti í Öskju, minni myndin frá Veiðivötnum. Blaðsíða 88. Ferðalög. Það nær óendanlega margar ástæður fyrir því að fólk fer í ferðalög. Flestum finnst skemmtilegt að koma á nýjar slóðir enda landslag á Íslandi mjög fjölbreytt. Ferðalög þar sem tilgangurinn að skoða og njóta landsins verða sífellt algengari. Það erfitt að taka einn stað fram yfir annan þegar ferðast Ísland. Hver landshluti og hver staður áhugaverður á sinn hátt. Áhugamál fólks misjöfn og tilgangur ferðalagana einnig. Náttúra á Íslandi svo fjölbreytt að allir geta fundið eitthvað skemmtilegt að sjá á ferðalögum. Einungis þarf að gæta þess að vera rétt útbúin miðað við tilgang ferðarinnar. Blaðsíða 89. Ferðaþjónustan einnig fjölbreytt, víða skemmtileg afþreying í boði og flestir geta fundið þjónustu sem þeim hentar. Útisundlaugar til dæmis algengari á Íslandi en í nokkru öðru landi veraldar, svo og náttúrulegar baðlaugar. Söfn víða og staðir með merka sögu. Sagan leynist oft rétt við fótmálið og stundum leynist hún í örnefnum. Örnefni hafa oft á bakvið sig merkilega sögu. Fjallaeyvindur og Halla kona hans frægasta útilegu fólk sem uppi hefur verið á Íslandi og þau skildu sögu sína eftir í ótal örnefnum víða land. Þau fóru í útlegð nokkru eftir 1760 og höfðust að mestu við í óbyggðum næstu 20 árin. Örnefni sem minna á búsetu þeirra má meðal annars finna á Hveravöllum og þar byrgi þeirra. Þar einnig Eyvindarhver með fornri hleðslu sem talin gerð til að auðvelda suðu á mat í hvernum. Stundum stendur örnefnið eftir en söguna vantar. Þá getur verið skemmtilegt að gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn og búa söguna til sjálfur. Hvaða saga getur legið að baki örnefnum eins og Hekla, Hofsjökull, Papey, Svínafell eða Krossá?
Á blaðsíðunni eru 2 myndir. Efri myndin er af Eyvindarhver á Hveravöllum. Blaðsíða 90. Leikni við að lesa kort eykst með því að hafa það við höndina þegar ferðast er og þá má finna heiti á mörgu því sem fyrir augu ber. Svo getur líka verið skemmtilegt að velta vöngum yfir því hvernig hinn ýmsu fyrirbæri urðu til. Úr hvaða eldfjalli eða gíg skildi hraunið hafa runnið? Stundum má sjá það á kortum. Einnig má velta fyrir sér hvenær og hvernig fjöll urðu til. Blaðsíða 91. Ágætt er að fara ekki hratt yfir, ætla sér ekki að skoða of mikið á hverjum degi. Gott er að njóta þess vel sem skoðað er og best að vera ekkert að flýta sér. Njóta jafnt þess smáa sem hins stóra, setjast við lítinn læk og hlusta, gefa gaum að því lífi sem leynast kann við hvert fótmál, hvort sem er að ræða skordýr eða gróður. Litskrúðu blóm skarta oft skærum litum í auðninni og sumstaðar eiga ákveðnar tegundir fugla sér varpstöðvar sem ber að gæta að, virða og sýna tillitssemi. Álftir, endur og gæsir eiga stóru varplönd inn til fjalla og eru hluta árs í sárum en þá eru þær ófleygar vegna þess að þær hafa fellt flugfjæðrir. Landið okkar hefur óendanlega margt að bjóða ferðafólki. Með réttu hugarfari er auðvelt að fanga fegurðina og fyllast gleði. Því meiri þekkingu sem við búum yfir, því auðveldara er að njóta ferðalagsins. Þegar ferðast er landið þarf að ganga vel Best er að taka ekkert með sér heim, í mesta lagi myndir og skilja ekkert eftir nema fótspor. Neðri myndin á blaðsíðunni er frá Búðum á Snæfellsnesi.